ekki alltaf stemning að byrja á Eye of the Tiger? Jú, þetta eitt peppaðasta lag eða. Já, einmitt, það kannski rétt orðalagið. Æ, bara nefndu mér eitthvað lag sem peppaðar eða þetta. Við ætlum peppist í gangi hér. Velkomin, Sigurður Andersson og Örn Árnason. Takk fyrir. Takk. Sko, það engin sérstök saga bak þetta lag, annað en það að þennan dag, 24. júlí, daginn sem þessi þáttur kemur út, en 24. júlí 1982, þá komst þetta lag í efsta sæti lista í Bandaríkjunum og var þar í 6 vikur. Já, hljómsveitin Survivor. Það eru svona cirka 6 vikur í kosningar hér. Eða 5. Hvað er langt í kosningar? 2009. Já, vekka athygli á því að atkvæðagreiðslan hefst á mánudag. Já, utan kjörfundar. Já. Kannski að það myndi örlítið eftir, eitthvað svona stutt. Þetta getur komið þessu. Það ekki? Hugsanlega. En ekki ef ég fæði ráð. Já, allar að stoppa þetta. Búin að fá nóga þessu, sko. Þetta er alveg. Herðu, sko, eins og alltaf, það var marga gjafir hérna í dag. Bara, Þess vegna ég er nú búin með þær flestar hérna, eins og sjá maður hérna. Já, það er bara, Örn sagði þetta verður svo mánudagar í Herjólfsdal hérna. Það er bara, passa mig að vera ekki með hendina á nálættinu, sko. En þið njótið hérna, þess að góra veitingar á kjötkompaníinu. Þeir ætla að vera með okkur á golfmóti í Þjóðmála, 7. ágúst. Frábært. Þannig að, þú ert ekki að fara þangað. Nei, því miður, ég missi af því. Ég verð að keppa á öðru, aðeins stærra sviði. Já, þú segir það, en ok. Við kastið því hérna út þess að setja á mig pressu. Ég er að fara að keppa á Evrópumóti í backpressu með búnaði. Já. Í Litáin. Ok, vel gert. Komin stöðull á sigur eða? Já, ekki komin stöðull. Við nokkur epic og láta það að setja stöður. Mér veitir ekki af pressunni. Getum við verið með streymi, þú veist, á golfmótinu, frá mótinu? Þessu Getur ekki Glúmur bara verið með síman? Já. Förum að vinna í því. Já. Fáum hérna Luxor til að hjálpa okkur með það og hérna streymum þessu bara. Frábært. Ekki. Herðu, við erum með alls konar veitingar. Hérna, auðvitað í minnsta kjötkompaníið og svo að sjálfsögðu kaldi. Svo hérna, Pierre Simone. Ég æfði mig að bera þetta fram. Gott þér. Ástæður við erum með þetta kampæn í dag frá kampænsfélaginu er svo að það verður svona í boði á golfmótinu. Allir þáttökundu fá ekki svona stóra flösku kannski, en minni flösku. Frábært. Þannig að við ætlum að njóta þess hér í dag. Eigið þið svona gleraugu? Nei. Sólmyrkva gleraugu? Eða fyrir almyrkvan? Já, þetta er frábært. Já. Kíkja á sólmyrkvagleraugu.is. Sævar Helgi kom þessu tíminn. Já. Og eitt sem ég reyndar vissi ekki að væri til bara fyrir í gær, að það er svona símafilter líka. Þetta setja semst filter á síman hjá sér til að taka mynda af þessu. Já, ok. En menn þurfa væntanlega samt líka að vera með gleraugu þótt er notið síman, sko. Já, væntanlega. Já, ég ger bara ráð fyrir því. Hvet allar til þess að kaupa þetta? Ég held að Glúmur hafi reynda verið búin að fjárfesta fyrir fjölskylduna, en það eru gestir og gangandi. Gestir og svona. Eru byrðir að klárast eða eitthvað svoleiðis? Það held ég ekki. Sæði var alltaf ekki að lenda í því aftur að klára byrðan. Hann hlýtur að brent sig á því einu sinni í kallinn. Það var þarna þegar var... Sko þetta er almyrkvi sem verður 12. ágúst. Já. Og sem er alltaf meira spennandi heldur en þessi þjóðarakarsla, en látu það vera. En hérna, byrju, hvað var þetta fyrir, það er svo skilska 10 ár síðan, ég var bara búin að gleyma þessu, þegar stjörnusefur var frægur. Deildarmyrkvi, einhver, já. Já, deildarmyrkvi. Já, einmitt. Sem var frábært líka. Það var frábært, en þetta verður magnað, ég er mjög spennt. Ætlar að vera á landinu? Já, ég hef með þess að lagt mig í líma við að vera á landinu, sko, þetta hefur sett bara... Hefur satt neyðu bóðsmótum í backpressu? Já, þetta er hérna... Þannig ég flýti mér aftur til landsins eftir mótið til þess að fylgjast með þessu. Ég átta mikið á því hvort að Jú, menn auðvitað eins og við hérna í Reykjavík höfum verið í einu samfelldum almyrkva hérna síðustu vikur, sko, hér. Ég veit ekki hvort að það sjáu á svörtu, sko, þegar þar að kemur, ef þetta heldur áfram. En jú, það væntanlega verður, sko, jafnvel áhugavert að fylgjast með þessu í svona veðri eins og hefur verið, sko. Já, ég sé áhrifin að þessu veðri sem voru undanfarið á heimilisbókaldinu. Það eru tíðarferðir í IKEA. Já. Kaupa eitthvað fyrir heimilið. Já, bara... Rakli bara búin að sækja sér huggun þangað. Já, menn að dunda sér eitthvað og svona. Já, þannig að... En, já, það eru cirka 3 vikur í hérna almyrkvan. Hvetjum allir til að kaupa sér gleraugu fyrir það. Og það eru 6 vikur í... Heimsendi. Svo við byrjum á léttu hjali bara. Þessi aðkvæðislega, sko, það er svo margt í þessu ESB-umræðu sem eru þetta bara vert að ræða. Ég ætla ekki að taka allan þáttin í þetta, bara segi það strax, en byrjum samt þar. Þorgerður Katrín, í hversu miklu vanda er hún? Eftir þessi, já, ef að segja kjánarlegu ummæli um orð erlendra aðila sem engin veit hverjir eru. Einhverju hollendingar. Og einhverju kolleganar.
Við höfum að fjalla þetta hér, það voru byrta fréttir af því daginn sem byrti Morgunblaðið frétt upp úr það sem að fjallaði umræðu í hollenska þinginu. Það sem hollenski forsætisráðherrann var að spyrja því hvort Ísland, svona í stuttu máli hvort Ísland fengi einhver undanþágur frá sameiginlegri sjávarútvegsstefnu Evrópusambandsins og svarið hans var afdráttarlaust nei og eins og við höfum rifið PR Þorgerður Katrín hnýtti nú í Morgunblaðið fyrir að flytja þessa frétt, þá ekki að vera að fjalla umræðu öðru þjóðþingum, sérstaklega umræðu sem snúa í Íslandi og svo núna 2 vikum seinna að þá leiðréttir Vísir að hluta til fréttina sem þeir fluttu þessi viðbrögð Þorgerðar, gera það núna á miðvikudaginn í þessari viku og Þeir gera það eftir að Morgunblaðið flutti frétt eða viðtal við Þorgerður Katrínu. Já. Það sem hún segist aldrei hafa sagt þetta við Vísi. Já. Þannig að maður Morgunblaðið sem birtir fréttina og það sem hún segist ekki hafa sagt við Vísi það að hún hafi haft eftir hollenska forsætisráðherranum að hann hafi lofað henni einhverjum mynda þá einhverjum göngum í Brussel eða eitthvað svoleiðis. Þannig að það er í raun leiðréttingin. Hún ræddi ekki við hann persónulega. Þetta breytir ekkert hinnar undirliggjandi staðreyndir málsins sem að kannski ætti ekki að koma neinum á óvart nema þeim sem að hefur verið að fylgjast þeim sem að hafa tekið kannski ýmislegt óljós sem að Þorgerður Katrín hefur sagt á undanförnum misserum trúanlegt. Það á ekki að koma á óvart að, sem sagt, að hollensk stjórnvöld ítreki það að þau muni ekki sætta sig við einhverja varlegar undanþágur Íslands frá henni sameiginlegu sjávarútvegsstefnu að því að þegar var fjallað upphaflegu umsóknina í þjóðþingum ríkja á borðið Þýskaland, Holland og Frakklands og vafalaust fleiri, þá kom þetta nákvæmlega sama afstæða fram. En núna er Þorgerður, eins og ég segi, búin að vera á undanförnum misserum, svona dálítið með eitthvað svona, með óljóst tal að, þú veist, það sé eitthvað búið að breytast eða það gæti verið eitthvað sóknarna eða eitthvað opnanir. Hún er klárlega með hún er skipulega einhvern veginn að reyna að fíbla umræðina. Að því leyti, að því að allt þetta sem hefur komið fram í fréttaflutningi í Morgunblaðsins og látum að liggja milli hluta bara hvort að hún og hollenski forsætisráðherrann hafi talað opinberlega saman eða on record, að breytir ekkert þessa staðreynd. Að við erum ekkert að fara að semja okkur frá henni sameiginlegu sjávarútvegsstefnu. Nei. Það er bara staðreynd málsins. En ég hef gert athugasemdir við allt þetta saman þessa frétt sem birtist 9. júlí í Vísi og virðist það vera, komið ljós, röng núna. Ég geri þetta alvarlega athugasemdir við það að ráðherrann og utanríkisráðuneytið skuli ekki leiðrétta fréttina 9. júlí, síðasta lagi 10. júlí. Það sem að þetta vakti mikla athygli og var mikið umræðin og hefur verið náttúrulega daglega til umræðu hér það að hún hafi verið í rauninni að bera eða leggja þessum hollenska forsætisráðherra orð í munn, menna hún vitnaði í henni að vera haft eftir henni. Það að leiðrétta ekki svona frétt, eins og ég hef bent á, er heila bara brot á siðareglum ríkisstjórnarinnar. Bæði þessar ríkisstjórnar og þeirra sem hafa verið á undan, með svo þeirra síðustu eftir að byrja að taka upp eitthvað slíkar svona siðareglur, en það er alveg skýrt að ráðherra ber að leiðrétta rangfærslur sem er í umræðinni mál sem frá honum stafa. Og þetta er ekki gert í 12 daga og svo svo þegar Moggen ræðir við hana, hún segir þetta Moggan, þá fara svona stuðningsmenn Þorgerðar og þessar þjóðaratkvæðagreiðslu svona almennt að snúa þessu upp í það að Morgunblaðið að eiga að skamma sín. Og allir hinir sem hafa verið að vitna í þessa frétti, við að skammast okkar. Ég meina, þú veist, er þetta ekki gasli? Er þetta ekki það sem kallaði gasli? Nei, ég meina, þetta er alveg frálegt. Þetta kemur ekki heim og saman allan fyrir okkur sem að hafa starfað við fjölmiðla. Að við bara vitum það að reynslunni, að ef að bara minnsta smá smuga sem að gætu orka tvímælis. Það er bara, síminn er rauðglóandi, Já. Og þú veist, hvort sem að er, Nei, nýjasta sem að ég heyrði, er að Morgunblaðið hefði auðvitað að kanna þessar heimildi, hefði eftir að kafa ofan í þetta. Það er afstæða Þorgerðarfólks núna, að Morgunblaðið, það sé Morgunblaðið Þorgerður hvort hún hafi sagt þetta. Já, að kanna hvernig Vísir gerir fréttina sína. Ég finn til með blaðamanni Vísis, sem að þarf að leiðrétta þetta. 2 vikur seinna og bara eins og náttúrulega sem Vísir hefur verið að benda á, það hefur engin
það hefur enginn komið athugasemdir um þetta Já, það var einn punktur sem af því auðvitað geta allir blaðamenn og aðrir gert mistök og menn og ráðherra eru óskýrir og veist, maður hefur fullan skilning á því og vinnur við það að leggja út af ummælum sko en menna blaðamenn eiga bara þá rétt á því að heimting á því að menn láta ekki slíkt liggja og sérstaklega ekki svona stóru máli þannig að ég hlýt að spyrja bara hvað vakir fyrir utanríkisráðherra með þessu vinnulagi og þetta nákvæmlega það sama og við vorum að benda á í vor þegar var verið að dagsetja þessa þjóðaratkvæðagreiðslu í miðju sumarfríi þegar þingi væri ekki að störfum að þetta væri afleitt aðstaða fyrir þingmenn og þá auðvitað þjóðina líka að vera ekki í aðstöðu til þess að kalla fram upplýsingar og skýra umræðuna bara eins og hún á sér stað á hverjum tíma í aðdraganda þessar atkvæðagreiðslu. Ég meina, það er augljóst að þessi ríkisstjórn, forsætisráðherra og utanríkisráðherra eru mjög áfram að það verði ekki hægt að ná í þær, það verði ekki hægt að ræða málin í aðdraganda þessari þjóðaratkvæðagreiðslu. Og það eitt og sér er umhugsunarefni fyrir fólk sem ætlar að greiða atkvæði í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu. Víst að sér kjósendur fá hugsanlega að vita hvað Kristrún hefur þetta að segja ef þeir hlusta á podcastið The Rest is Politics með Alistair Campbell á mándaginn. Já, þá það er svona eini sénsinn fyrir. Hann búin að greina frá því að hann verið með viðtalið þar. Það er eina viðtal sem veitur þetta. Hvaða furða er í gangi hérna? Og svo er það nýjasta núna að það sé verið að núna draga það fram eða halda því fram að þetta séu samningaviðræður en ekki aðildarviðræður. En þetta sama fólk, það lagði mjög mikla áherslu á að þessir viðræður sem myndu eiga sér stað, ef þjóðin segir já, það er verið framhald af viðræðanum frá 2009 sem voru hvað? Aðildarviðræður. Nei, ég meina, hvaða rugl er þetta í gangi? Viðræður með það markmið að Ísland gangi inn og það komuð aftur að þessu með afstöðu þessara þjóðþinga Evrópusambandsríkjanna. Í þeim viðræðum gekk hvorki né rak og var engin ástæða til að mynda að opna sjávarútvegskaflann og fleiri kafla af því að það var ekkit hægt að ná saman. Af því að Ísland bara var með það að við ætlum ekki að gangast undir þennan sameiginlegu sjávarútvegsstefnu. Mér sýndist að Þorgeir hafi verið að skrifa eitthvað á þá leið í grein sem að birtist í morgun á Vísi frekar en gær. Þannig að ég bara spyr hvaða forsendur eru þá fyrir að viðræðin geti farið lengra núna. Já, við sjáum það þess að franski utanríkisráðherrann var á vegum ferðaskrifstofu Þorgeirðar í heimsókn í vikunni og hann er spurður mögulega undan þar og hann segir þess ekki tímabært að ræða þær. Þetta er enni dæmi svona að maður hugsa bara ef það er ekki tímabært núna, hvenær þá sko? Það vantar eftir kosninguna, að hann vísar í það. Má afstaða þingan ekki, þessar erlendu þjóðþinga ekki liggja fyrir það verður ekki hægt að opna sjávarútvegskaflann nema að íslenski samningamenn og bara íslensk stjórnvöld segi við ætlum að gangast undir hérna sameiginlegu sjávarútvegsstefnu en þá verður tímabært að ráða einhverja tímabundnar undanþágur. Það var það sem hann var að segja. Er þetta ásættanlegt svar frá franska utanríkisráðherranum? Nei, ég meina, hann auðvitað, sko, sjálfur sér stýri ekkert umræðum, málið er auðvitað alveg ljóst, sko, í mínum huga. Ég velkist ekkert í vafa með það að Ísland getur náð alls konar samkomulagi við Evrópusambandi í svona viðræðum með einhverja tímabundan undanþágur og einhverja aðlögun til einhvers tíma. Það er bara ekki það sem að málið snýst krafa Íslendinga, hún verður alltaf að vera varanleg undanþága. Bara varanleg undan það frá hinum og þessum reglum, ekki bara sjávarútvegsstefnunni. Það er margt annað líka í þessu sem að skipti máli. Og það er alveg ljóst, en menn vilja tala sjávarútvegsmáli sérstaklega. Ég oftar að sjá vinur minni í Galísíu, þingmenn þar ætla að fara að veita einhverja undan þá til handa Íslandi í sjávarútvegsstefnu, sko. Ég menna, svo getur talað um einhverja þingmenn sem eru í Alicante eða eitthvað. Þeir hafa bara alltaf að skoðan á því, þú veist, bara kannski enga skoðan. En það þarf að ræða við þingmenn og kjósendur í þessum kjördæmum þar sem að þessi mál skipta raunverulega miklu máli. Já, ég var bara með hvernig Evrópusambandið er búið að fara með ískan sjávarútveg sérstaklega undanfarnum árum, sko, að maður efast að sé eitthvað mikil stemning fyrir mikil þjónkun. Og ef það væri, sko, ef Ísland væri að fá einhverjar varanlega undan þá frá sjávarútvegsstefnu, þá er það að ræða að Evrópusambandið er að fella niður sameiginlega sjávarútvegsstefnu. Það er bara þannig.
og það er spurningin, er Evrópusambandið að fara að gera það? Hefur það verið í umræðu á vettvangi Evrópusambandsins að leggja niður sameiginlegu sjávarútvegsstefnuna? Hefur það verið einhvern tímann til umræðu þar? Nei, það hefur aldrei verið til umræðu þar. Aldrei. Nei. En þetta er náttúrulega ekki punktarnir sem að þau vilja helst keyra á, þú veist, þau vilja keyra, því ég meina þá er að tala um þess sem að styðja það að fólk kjósi já þarna í lok ágúst. Þetta snýst náttúrulega meira um það að einhverja vexti og matvælaverð og verða mjólk og svona eins og við höfum fjallað hér. En þú veist, það er bara ekki hluti af þessum samningaverðum. Nei, það er ekkert samið matvælaverð eða mjólkuverð. Nei, það er og ekki vexti á húsnæðislánum. Ekki vexti á húsnæðislánum. Það er einhver gerviveröld sem verður til kannski eftir 8 til 10 ár, jafnvel lengur. Já, manni finnst alveg ótrúlegt að þessi áráðu fá að fljúa, sko. Að fólk sætti sér að fá bara þetta, sko. Já, þetta er tilfinningaklóm. Já, eitthvað svona. Það er ekki rétt orðið. Jú, svo líka... Ef segja fólk að matvara verður ódýrari og vextir á húsnæðislánum lækki, ég meina það hreyfir fólki. Ég myndi segja þetta væri mikil lítilsvirðing við vitsmunni kjósenda. Já. Ég get alveg tekið undir með það. Ok, þetta er svona, talandi um verðlanar undanþágur. Sko, við sáum nú frétt í vikunni, það var stjórnarráð greindi frá því að Ísland væri að fá, eða framkvæmdastjórn ESB hefði fallist á rök Íslands, hvað var að sérlaust varandi flug og þessi ETS-skjöld. Það er náttúrulega alveg, sko, við höfum náttúrulega fjallað eitthvað þessi ETS-skjöld hér er þessum þáttum áður. Og þetta verið svolítið umfylluninni síðustu ár það er í fréttum sko sérlausn og allt það flugið nú þegar að borga milljarða inn í ETS-kerfið skipaflutningarnir eru ekki undanþegnir þannig að þeir skipafjölin eru að borga inn í þetta þú veist, hefur þetta einhverja þýðingu? Er ekki bara að vera að fresta vandanum með 3 ár? Vandanum sem við erum þegar komin í hver líka, sko spurningin er hver er þessi sérlausn? Er það sko sérlausn að Æsland þurfa að borga 5 milljarða á ári eins og þeir hafa verið að gera og munu þurfa að gera áfram í þessu ETS-kerfi. Þetta sem að var verið að ræða þarna er bara einhver lítill angi af þessu og varðar einhverju uppáðsskyldu á einhverjum kvótum. Eftir sem áður Æsland að borga marga milljarða og verða 20 milljarða á næstu árum. Við höfum dæmi um það hér á Íslandi að flugfélag hafi hreinlega farið á hausinn vegna kröfu þessi ETS-skjöld sem að gat ekki staðið við. Þannig að sko það er ótrúlega óskamfelni af utanríkisráðherra að tefla þessari niðurstöðu fram með þessum hætti. Algerlega verða blekkja almenning og láta í veðri vaka að hugsanlega sko það verður að gera enn betri díl hefur í Evrópusambandinu. Já, ég meina þetta var ekki þvæla og sagði í samskiptum við fjölmiðla að þetta væri bara ekkert sjálfsagður hlutur að fá svona sérlausnir þú veist og mynd okkur bara á það að þetta er alltaf forsetum Evrópusambandsins. Þetta er bara sama sérlausn og önnur fyrirtæki hafa í Evrópusambandinu vegna þess að menn eru auðvitað með allt niður sig í þessu kerfi. Þessi gerfimarkaður sem að menn stofnuðu til með þessum loftslagskvótum og þessum ETS einingum hann er auðvitað högtir mikið og menn hafa ekki náð að koma honum algjörlega á koppinn og þannig að menn eru svona aðeins að bakka og reyna svona að finna einhvern veginn fótana í þessu þannig að þetta er bara það sama og önnur fyrirtæki hafa verið að fá og er einhver skítredding til tímabundin skítredding eftir sitja auðvitað eins og það nefni skipafélögin sem að var ekki eins og reynda semjum á sínum tíma og er nú bara á fullum þunga í á þessum gerfimarkaði að kaupa ykkur á losunarheimildir. Þetta bara þetta ETS-mál myndi ég segja ætti að vera næg ástæða fyrir hvern einasta mann á Íslandi að segja nei í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu sem framundan er. Bara þetta mál. Af því þetta endurspeglar svo margt. Þetta er auðvitað alger aðför að neytendum. Alger aðför. Flugfélögin hér hafa ekkert bólmagn til þess að taka þátt í þessu með þessum hætti eins og þetta er. Þetta er auðvitað einhver gerfimarkaður sem að settur á í nafni einhverja umhverfisverndar eða loftslagsmála. Það veit ekki nokkur maður hvert þessi peningur á endanum rennur. Þessi peningur sem fyrirtækin eru að kaupa, þau fá endurgreitt að einhverju leyti, ríkin sem að þessi fyrirtæki eru í,
fá einhverju leyti peningin tilbaka og ríkisstjórnin hafa mögulega verið að deila þeim til sömu fyrirtækjana aftur tilbaka. Þetta átt að fara til þess að berjast gegn losun koltvísýrings. Þessi peningur hefur ekkert verið að fara í það. Hann, eins og ég segi, hann hefur verið að fara til ríkisstjórnana, fara til fyrirtækjana sjálfra til þess að byggja undir viðkomandi iðnað. Einhverju leyti og held ég verulegu leyti hefur þetta verið féð sem hefur verið síðan veitt í þróunarlanda, ýmis konar verkefni sem að enginn er með í raunverulega puttan á hvernig varið. Þannig að þetta hefur orkað mjög tvímælis og þetta undir svona undir skoðun í Evrópusambandinu og menn þetta furða sig svolítið á þessu öllu saman kerfi. Þetta kerfi sem hefur búið til eitthvað í kringu sjálfsig. Algjörlega, algjörlega og það eru einhverjir sem að fara hlæjandi í bankan og þeir sem að fengu úthlutað ókeypis kvótum fyrst í árið 2000 til dæmis þegar var úthlutað ókeypis kvótum á gamlar flugvélar, þá voru þetta spákaupmenn sem keyptu bara þessar flugvélar upp, tókar að markaði, voru síðan með kvótan eða voru með þessar losunareiningar og fóru að selja. Ég meina frábært, en þú veist, frábært fyrir þá, en þetta var ekkert fólk sem var í viðkomandi iðnaði eða í loftslagsmálum eitthvað. Þetta var bara að markaði eitthvað spákaupmenn. Margir hafa efnast mjög mikið á þessu og bara til að, ég meina það er ekki þeim að kenna, þeir hafa bara þeir hafa láta, já, en þetta auðvitað algerlega óbáðlegt kerfi og við Íslendingar við verðum að komast út úr þessu kerfi en ekki fara inn í það en dýpra eins og Þorgerður vill gera og fá alls konar einhverjar varanlegar lausnir eða eftir þegar þessum sérlausnum sleppir. Varandi þetta sko að líka dálítið áhugavert að meðan stjórnvöld að stæra sig að því að fengi hérna frest sem bara frestur, það alveg óumflýjanlegt að við þurfum að taka þetta upp og öðru óbreyttu. Þá sem sagt var að dettin í samráðsgáttina sem sagt dröga frumvarpi sem að hraða innleiðingu okkar inn í einn ánga að þessu ETS-kerfi. Eitthvað sem að þeir kalla CBAM og nafni hljómar eins og einhver franskur rappari en það er ekki málið. Og þá snýst þetta sko gjöld á sko innflutt stál, járn og fleira til og mun sko og þetta við erum að hraða. Já, þetta undan áallun sem við erum að gera þetta. Frábæra fréttir fyrir byggingarinn. Já, á þessum tímúti, Já, sko ef við kjarna þetta sem að Örn er að nefna þetta með ólíkindum þetta mál. Þetta kemur inn í samráðsgáttina núna, þú rakst bara byrjum vikunni. Örn byrjar alla daga á því að kíkja þangað. Það er full ástæðs að gera það og þá þetta frumvarp sem liggur núna fyrir innleiðingu á tiltekinni reglugerð Evrópusambandsins. Svo ég fari aðeins bara í formið í þessu máli. Þá þessi reglugerð, hún hefur ekki einu sinni verið tekin upp í EES-samningin. Það er ekki búið að taka hann upp í EES-samningin. Þetta veit ég vegna þess að þetta mál hefur ekki komið til kynningar og umfjöllunar í utanríkismálanefnd þingsins. Það sem að öll svona mál sem að eru fyrirhugað að innleiða inn í Evrópusambandi og það er mögulega einhverja aðlögun eiga að koma þar til kynningar og þetta hefur ekki komið inn til þingsins. Þetta síðan frumvarp sem að gera ráð fyrir einhver svona innleiðingu með tilvísunaraðgerð, það að segja bara frumvarp og lögin segja bara hér með reglugerð Evrópusambandið CBAM innleidd. Ég meina, það engin ekkert fyrirtæki, almenningur er ekki neinu færum til þess að átta sig á því út á hvað þetta allt saman gengur. Já, ok, en látum þannig vera. Þetta sem sagt komið í samráðsgátt og ég get sagt að hér og nú að við í miðflokknum munum auðvitað standa gegn þessari innleiðingu og láta hana og setja annað í forgang sem þarf endur þessu ETS-kerfi. En ástæðan fyrir því að Evrópusambandið að setja þessa reglugerð, hún svo að ETS-kerfið, eins og það komið núna á laginnar, menn eru búin að átta sig á því að það að lama efnahagslífið í Evrópusambandinu. Það að lama og fyrirtækin segja, heyrðu býtu þið leggið á okkur skatta auka skatta með gjöldum fyrir losun og kvótana. Og meðan við þurfum að keppa og menn bara færa þá framleiðsluna út í Kína, Indlands eða eitthvað annað, það þarf ekki eins og að fara svo langt sko. Og við þurfum síðan að keppa við vörur frá þessu ríkjum. Og í stað þess að Evrópusambandið játist undir þetta og bara drægi úr þessu ETS-rugli, þá ætla þær núna að reyna að leggja allan heiminn á
að fótum sér og ætla að taka og innleiða í rauninni ETS-kerfið á öll ríki í heiminum. Vegna þess að þessi reglugerð gengur út frá því allir þeir sem að framleiða stál, ál, áburð, járn, ég man ekki hvað það er, sement og vetnið komið hérna upp á skjáin og rafmagn, að þetta muni að á þessar vörur það þurfa að kaupa losunarkvóta fyrir þessar vörur ef að menn ætla að flytja þessar vörur inn á Evrópska efnahagssvæðið og EES-svæðið þá líka við Ísland ætlar að vera með þessu rugli. Það er eins og Evrópusambandið hafið fræg orð mann sem heitir Jim Rogers að leiðarljósi. Maybe it's stupid enough to work. Við gerum þetta bara aðeins eimskulegra, þá kannski virkar þetta. Og í þessum lista, við sjáum þennan lista hérna aftur. Það er bara íbúar Evrópu sem endaði að borga. Já, hvað heldur við? Það er bara eins og með ETS-kerfi, það er bara flugfarþegar sem borga losunardraslið, gjaldið. Og í þessu sér maður, auðvitað eru við ekki að flytja inn rafmagn eða vetni, ég þekki það nú ekki, en ég veit að við erum að flytja inn þeim sem járn og stál frá ríkjum utan Evrópusambandsins, það er eitthvað svona í steipustyrtar járn og svona í byggingar er flutt að einhverju leiti frá, held ég frá Kína og Indlandi og Tyrklandi og þannig að þessar vörur þær munu auðvitað leiða til þess að kostnaður við byggingar til þess að muni hækka og svo auðvitað getur þetta breyst og býðum svo hæg og róleg eftir að því að þessi reglugerð auðvitað verði víkkuð út og takið til fleiri vara, en auðvitað mun það gerast. Þetta er bara dæmi það sem að Draghi var að benda á í sinni skýrslu að er vandi Evrópusambandsins að menn sjást ekki fyrir í þessu öllu saman menn áttast ekki á því hversu mikið menn draga úr samkeppnishæfninni með skattlagning á þessum taga. Og þetta er skattlagning, það kemur fram skýrt í greinagerðinni með þessu frumvarpi, að þetta er skattlagning og þegar af þeirri ástæðu á þetta ekki heima í EES-samningnum. Vegna þess að við höfum ekki gengist undir það að taka upp skattastefnu Evrópusambandsins. En nema, menn sé núna með þessari framlagningu frumvarpsins í dag, áður en þetta tekið upp í EES-samningin, að einmitt gera það sem að við í stjórnarlandsstöðinu vörum við, hefja aðlögunina. Þetta er bara klárlega, þetta er hluta því. Þetta snýst ekki að segja já og kíkja í pakka. Ferlið, kostningarnir er ekki svona hallnara, hefðast á mánudaginn, en ferlið er komið í gang. Og þetta er bara skýrt dæmi það, sko. Frumvarp skattlagningu að hætti Evrópusambandsins liggur núna í samráðsgátt stjórnvalda án þess að málið hafi verið tekið upp í EES-samningin. Skýrara getur þetta ekki verið. Innflytjandi jafnans og losunum með því að kaupa og skilin SEPAM votturðum fyrir losuninni. Sko, já, fyrir utan stjórnsýsluna auðvitað sem þetta kallar. En nú situr einhver starfsmaður í einhver ráðuneyti og er að hlusta og hugsa bara sér, við verðum að gera þetta. Það eru rökin sem að ráðuneyti starfsmennir koma alltaf með. Þeir lesa EES-reglugerðirnar og segja bara við verðum að gera þetta. Ekki núna. Nei, eins og ég segi, þetta er skattlagning. EES-samningurinn, hann gengur, við erum ekki að taka þátt í skattastefnu Evrópusambandsins. Eða tollum Evrópusambandsins. En getum við, bara svona í stóra samhenginu, getum við losa okkur út úr þessu kerfi? Já, ég held að við eigum að geta gert það. Já, meina sko ETS-kerfinu. Já, við eigum að geta gert það. Það var auðvitað, voru gerð mistök á sínum tíma með EES-samningin að fella umhverfismál þar undir. Auðvitað á þeim tíma 1993 og kannski svona áratugin þar og eftir, þá voru auðvitað þessi mál ekkert komin í þennan farveg sem þau eru komin í dag. Og þannig ég ætla ekki alveg að slá alla þá utanundir sem að koma þessum málum þá vegna þess að auðvitað hafa bara aðstæða breyst, en það voru klárlega mistök gerð við að setja umhverfismál undir. Það sem hefur síðan bæst ofan og í ofanlá við það er að umhverfismálin hafa verið túlkuð mjög alltaf vítt og víðar og víðar og þau eru auðvitað farin að spila inn í alls konar bara efnahagsmálin á fjármálamarkaði umhverfismál. Ég meina, þannig að mennur hafa verið orðin svolítið frekið til fjörsins í þessum efnum. Og það komið þetta fyrir löngu að þeim tímapunkti að menn þurfa að segja, þið hinga ekki lengra, við þurfum bara að endurskoða þetta allt saman með það markmiði að Ísland hætti þessu samstarfi. Þetta er það sem gerist að kerfið hannar hlutinni kringu sjálf sig. Já, og við erum náttúrulega með svona innleiðingar innherja í stjórnkerfinu auðvitað líka
fólk sem að auðvitað síðan innleiðir alls konar svona og fer síðan, hættir síðan hjá einu opinber og fer síðan að selja þjónustu til þess að hjálpa fyrirtækjum að skilja frumskógin sem það hefur sjálft skapað. Það er bara mjög mikið að dæmum þetta. Hér á landi og svo sannarlega í Evrópusambandinu. Já. Þetta er áveru punktur sem ég komið með, menn þarna er aðildarferlið að hafið einhverju leiti, aðlögunarferlið. Já. Og þetta náttúrulega kemur lok júlí, látið slæta inn í samráðsgáttina í lok júlí. Hvenær er frestur til þess að skila inn? 17. ágúst. Það er bara næstu viku. Nei, 17. ágúst. það er 17. ágúst. Aðeins fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna. En ég menna, þetta, ég var mjög hissa að sjá þetta því að þetta hefur ekki verið tekið upp inn í EES-samningin. En frumvarpið gerir ráð fyrir að það verði gert, sko. Menn eru að vinna sér hæginn, þeir sem eru áfram þetta. Ég segi að Jóhann Pálli með þetta, menn eru alltaf að rósa honum fyrir að vera skilvirkasti ráðherrann og eini ráðherrann sem kannski... Já, hann er skilvirk, sko, ég var nær þessu fram. Þetta er skilvirk, þannig að skilvirk láta undan tíman, sko. Já, en Magni er ekki sama gæði í stjórnmálum. Nei, það er eitthvað rétt. Bendi á það. Já. Það, við ættum að setja það á bolla. Magni er ekki sama gæði í stjórnmálum. Ég fæ vinni minni IT House of Brands til að græja það. Út í allt annað. Minnum okkar í gepiferðum. Sigríður, þú varst á Cartoon House. Já, þetta var... Já. Þú fórst í vor. Já, ég bara fór með mínu alltíðu fólki. Já. Sem allar fór að segja, já, í ágúst. Ég líka. Þetta var frábær ferð. Þetta er gjörsamlega bara geggjaði vellir, frábært hótel, frábær matur hana. Jú, í gepiferðum, hann bara fann til með þjóðina, hann horfði búin á gluggan og sér rigninguna og kom með sér tilbúð bara á Cartoon House. Þetta er svona, sko, skilur, þetta fer náttúrulega bara eftir hver fólk er statt í lífslöpinu, sko, varðandi svona við sem að kannski eigum erfitt með að fara í viku eða 10 daga golfferð, það er mikið með maka sem spila golf eða eitthvað svona, að við erum að meira að vinna með svona 3-4 nætur eins og maður hefur sjálfur með. Þetta er bara, þetta er stutt flug, stutt frá flugvellinum, algjörlega frábæra aðstæður og þú þarft ekki að fara á hótelinu en það er skemmtilegt háskólaþorp rétt hjá, sem er líka og frábæri veitingastæði þar, get ekki melt nægilega mikið með Cartoon House. Fórst þú eitthvað á hótelinu? Nei, ég gerði það ekkert, en ég var með maka sem er svona, eins og Örn lýsir, er ekki í golfinu, en hann labbaði þarna allt saman og honum... Var ekki sáttur? Jú, mjög. Tók gönguferð þarna í bæina og já, þetta er allt í fyrirmyndar og völlurinn, ég náttúrulega var þetta er kannski eins og henda perlin fyrir svín, sko, einhvern veginn að setja mann á svona völl, sko, því að maður er þanniglega byrjandi og maður, sko, kann sjálfsagt ekki að meta þetta algjörlega til fulls völlin, en alltaf því ég kem á svona vell í útlöndum þá horfum maður bara á umhverfið og fallega byggingar og trén, alltaf önnur trén við að venjast hérna á Íslandi og allt var þetta til fyrirmyndar, en svo í svona ferð eins og þjóðmann þá voru þetta menn hérna hoknir og reynslu í golfi og maður læriði svo mikið af þeim að labba þarna með einhverjum svona nánast atvinnumönnum eða fyrirvendi atvinnumönnum í golfi og sem að svona voru dolfallin yfir þessum velli og svo þetta væri bara eitt besti völlur sem þeir hefðu spilað á og maður stóð, já og hvað er þarna, og þá svo fóru þeir að benda manni á hvað væri svona gott og þá sér maður þetta með öðrum augum, þannig að ég náðarlega, ég kunni mjög meta völlin, en hann var svolítið erfiður, flatirnar voru svolítið erfiðar. Svo lentur í Hollandi í Enskarri? Já, hann er ekki hókinar eins og það er ekki það sem vísi á ég lett ekki í því, sko, þess að það er í smánaði með verðina, sko. Það var mjög valdeflandi, það er mjög valdeflandi að spila með hérna. Sko, ég verð bara, ég veit að ég er að rúa trúna þetta vissu leiti, sko, en eftir seinni daginn þá hafði Jens Garður og Sigríður spilaði sama holli heilan dag og Jens Garður, honum var öllum lokið og hann kom og sagði yfir allan hópinn þegar þetta var búið, bara eftir að hafa spilað með Siggu heilan dag, þá bara skil ég vel að glúmur sé ekki í gólfi. Þetta var gaman. Já, þetta var mjög gaman. Og síðan er Rúben samlokan í klúbbhúsinu bara ein og sér nægilega ástæði til að fara þarna, sko. Já. Gera sér ferð okkar. Já. Það er einhver logið með það. Sigríður, ég myndi pína þig til að taka eitt ráður úr ríkisstjórninni með þér í svona ferð. Hvernig myndir þú taka? Eitt ráð þeirra? Já. Já. Skell okkur saman til Dublin.
það eru nokkru sem spila golf en eins og ég segi, það nokkuð valdeflandi að taka einhvern með sem spilar ekki golf þannig að ég veit það ekki, það utanríkisráðherra náttúrulega mjög, held ég mjög liðtæk og ágætt í golfi og það væri kannski ég veit ekki hvort það hefði eitthvað upp á sig að taka hana með sér og reyna að koma vitinu fyrir hana Já, það má reyna það mætti reyna, ég myndi kannski reyna það sko, taka það á mig fyrir land og þjóð Já, fórnaðir í það Já. Við styðjum það Land og þjóð, það byrtist verðbólgatölur í morgun. Við erum að taka upp hér á 50 degi og verðbólgan hún bara eykst þó að það sé búið að lækka verði á dælunni og allt þetta. Já. Voru þetta tölur sem kom mér óvart, Arnarsson, hagfræðingur? Nei, þeir kom mér ekki óvart frekar en öðrum sem að fylgjast með þessu. Mér var aldrei gaman að heyra fjármálaráðherra segja í hádegisfréttunum áðan að hann var að fagna því að innlendur verðbólguþrýstingur var að hjaðna. Hann hefur greinilega ekki heyrt minnst á hugtakið sumarútsölur og sem reyndar aldrei áhugavert að hann sagði þetta sko að því að þau hafa til þess að ekki viðurkennt. Þetta væri sko innlendur þrýstingur, þetta væri þeirra aðgerðir sko, þetta var allt utanakomandi og síðan benti einmitt Landsbankinn á það í einhverju greiningu sem sendi frá sér í morgun að sem sagt þau búast við enn hærri verðbólgu en þau gerir ráð fyrir áður í september og það út af einhverju reglugerðarbreytingu hjá Ölmu Möller gjöld fyrir að fara á heilsugæsluna. Það fer inn í vísitöluna. Og þannig að enn og aftur hið opinbera draga vagnin í þessu sko. Já. Hvenær lýkur sumar útsölu ríkisstjórnarinnar á eldsneyti? Í næsta mánaðamót, eða þar næstu. Já. Og það verður aldrei gaman að sjá hvernig það kikkar inn í mælinguna sko, að því að þau voru að veðja á það að ástandi myndi eitthvað lagast þarna við botn Miðjarðarhafs, en það náttúrulega þvert á móti, það er að versna með tilheyrandi afleiðingum fyrir hráuru markaði. Eins og við reyðum upp í stórgóðan þetta hér daginn með Sólveig Önnu, vinkonu okkar. Já. Að þá verður náttúrulega opnað fyrir viðræður kjarasamninga nokkur dögum fyrir þetta þjóðarækvæði minnast í 25. ágúst. Það byrtast þetta verðbólgutölur þann dag líka og þannig að þessa síðustu daga áður en við göngum til kosninga þá vitum við hvernig verðbólga verður fyrir. Ég ekki vaxtaákvörðun dagur 19. ágúst? Jú, það er vikun undan. Já. Ég hefði haldið ef að við byggjum ekki í landi með stjórnarfar sem er eitthvað skonar sambland af Weimarlýðveldinu og Disneyland að ráðherra ríkisstjórnina væri bara nánast á daglegu fundum með aðilum vinnumarkaðarins út af því að það verði hægt að segja þessu upp í lok næsta mánuð. Það er ekkert skynsamlegt að segja þetta upp að hálfu verkalýðshreyfingarinnar en þannig að það þarf að koma eitthvað á móti en við erum að sigla í mjög alveg ástand með þetta. En það verðist eins og þetta litla samtal sem að bara menn taka þetta að mikið létt út. Maður vil ekki ætla fólki ílt en er þetta ekki bara ágætt fyrir þá sem að vilja segja já í lok ágúst að verðbólgan sé bara Ég trúi ekki að fólk sé almennt svona fátækt í andonum að já, það er háverðbólga og við erum að stefna í fyrirsjána skafli í efnahagsmálum. Já, þú veist, semjum Evrópusambandið og þá er allt betra. Já, þetta er samt stiðið þegar ástæðum sé að bara sjáu þið. Við ráðum ekki þessa krónu og bara það er ekki þetta að gera neitt í þessu. Sjáuð, ríkisstjórnin ræður ekki við vandan. Já, það er hinn fyrirnum. Já, þetta er, ég meina, eflaust verður þessi þráður spunnin en þá ætti fólk líka að vita hvað koma skal fyrir við inn í Evrópusambandið. Þá er meira af þessu. Meira af sköttum, eins og þessu sébafi sem við vorum að ræða. Það er bara skattur á neytendur. Já. Og kemur inn í verðbólgutölur. Já. Þetta hefur auðvitað töluverð áhrif og mun auðvitað hafa áhrif eftir, eiginlega sama hvernig þessi atkvæðagreiðsla fer. Að þá mun þetta auðvitað hafa áhrif inn í haustið. Talan ekki með kjarasamningar ef að fórstu ákvæði þeirra bresta. Að þá Já, þeir eru brostin, það er bara spurning hvað þau gera við það. Já, ég meina það, ef maður segir kjarasamningar þetta hefur bara áhrif á heimilisbókhaldið og allt það inn í haustið það mun auðvitað skapa svona pólitískan
ég segi ekki glundróða en svona pólitískan titring. Og þú ert síðan með, Alltaf þegar að kreppir að þá skapa það pólitíska titring. þú ert með vaxandi atvinnuleysi sem að er ekki að fara að minnka. Sko, staðan sem búin að teiknast upp á sko, í bygging og mannvirkjagerð bara graf alvarleg og síðan eru við farin að sjá bara sko, mjög hraða lækkun á skulum segja aðlöðun á fasteignaverði og eftir því sem að ég hef leitað ég get ekki fundið neinn dæmi það sem hún sér verulega nallækkun eða þá raunlækkun eins og við erum að horfa á fasteignamarkaði nema það haldist í hendur við frekar djúpa niðursveiflu og það er það sem við stöndum frammi fyrir í dag. Ég sá að þú varst með áhugaverð umfjöllun í viðskiptablaðinu í síðustu viku. Aldrei svo vant. Svolítið á þessu nótum. Já, þetta var áhugaverð umfjöllun inn á þessu ári með þér. Sólin skín stundum á hundsrás. Sko, ég meina, já, þú veist, þú varst alltaf bara að fjalla þetta sem við erum að ræða hér. Sko. Já, pretty much. Viltu bæta ykkur við þetta fyrir hlustundur? Nei, þetta er bara basically það sem ég var að segja, sko. Válit veður á verðlækkunar sumri ríkisstjórnarinnar. Já, þetta átti að vera verðlækkunar sumri þegar heldur blaðamannafundin í apríl eða mæ þar sem tilkynntu alltaf að loka hlæðslugatur og lækka tímabundið vaskin á elstendinu við dæluna, sko. Þau voru náttúrulega að veðja á það eins og ég sagði áðan að það væri orðið skaplegir ástand á allsjóðamörkuðum en það er augljóslega ekki að gerast þannig að það verður alltaf áhugavert að sjá hvort að þau bara reynilega framlengi það hvort þau neyðist til þess og allt þetta bara er sko allt þetta og bara sko og taktleysið eða hægagangurinn í atvinnuleysinu setur náttúrulega sko alla tekjuöflun ríkisins í uppnám sko fyrir ég held að forsendur þessara fjárlaga sko í ár eru löngu brostnar glimtu verðum ekki staðið 0 á næsta ári það er bara útilokað en byrju þau eru samt búin að segjast það er að síkrita það að þetta verði á 0 já, síkrita það það er stefnan sko þannig að ég ætla að útskýra fyrir hlustundum örstuð hvað síkrita þýðir já, það er ferstugir það var einmitt Sigríður Andersen sem að bendi mér svo bók hérna árið 2007 en maður bara hugsa nógu jákvætt hvað maður vill Sigríður las þessa bók og dreif þinn út það var hérna þú ert að vísa í bókina The Secret já, The Secret, já það var mjög vissal og því fór sem fór já. Nei, þetta er hérna já, en þau segjast samt vera búin að laga ríkisfjármálin sko. Það er langt í frá sko. Þau eru eiginlega búin að eyðileggja þeim frekar varandi sko þessa sjálfvirku útgjaldahækkanir þau tengdu almanna tryggingagreiðsluna við launaliðin og alls konar svoleiða sko þannig að þetta lítur ekkit voðalega vel út satt að segja sko. Hvernig er verið stjórnarnarstöðu í svona, ég segi ekki ástandi en svona í stöðu? Það er í sjálfu sér ekkert skemmtilegra í sjálfu sér að horfa upp á þetta efnahagslíf ástand, hvort sem maður er stjórn eða stjórnarandstöðu, menn að við erum auðvitað saman í því það hefur engin áhuga því að viðhalda þessu rugli hérna. Þannig að það er auðvitað ekkert gaman að vera í stjórnarandstöðu eitthvað frekar heldur en hérna í stjórninni, hins vegar auðvitað hefði maður meiri áhuga á því að vera við stjórnvölin og reyna að hafa meiri áhrif á þær ákvarðanir sem eru teknar eða taka þær ákvarðanir því að við höfum auðvitað alltaf að sýna á þetta við sem að minnst í miðflokknum heldur en ríkisstjórnarflokkarnir. Þannig að það er auðvitað bara meiri vinna fyrir okkur að í svona ástandi að veita þetta aðhald spyrja gagnrýna spurninga og málefnilega spurninga og halda uppi einhverju svona einhverju skynsemi í umræðinni þannig að en svo fáið bara einhver fróður sögur eins og frá fjármálaráðherra sem að sagði upphaf ás að það líka verða eldsneyti verða svo piss í skóin svo lækkaði verða eldsneyti og þau kenna bílaumbúðum og olíufyrirtækjum verðbólguna sem að var þeim sjálfum að kenna nú talaðu að innlendu verðbólguþrýstingur sé að minnka þetta er bara allt eitthvað bull sko. Ég veit og hann kannski áttar sig ekki á því að hann er nú ekki kjörinn fulltrúi eins og hann þreytist ekki á að segja okkur á þingi þegar hann er spurður um eitthvað eins og það fríi hann eitthvað frá ábyrgð sem er á þeirra
en kannski þess vegna leifir hann sér svona dellusvör sko til að byrja með en hann fer kannski að átta sig á því að þessi svöröll eru tekin upp eins og maður segir, við eigum þau á spólu og það bara mjög auðvelt að rekja þetta aftur, þetta verður þetta alltaf erfiðara og erfiðara fyrir hann og þau, ríkisstjórnin alla að halda einhverjum þræði í þessum málflutningi af því það auðvitað, það stendur ekki steinni við steini hvorki spádómum þeirra eða fullyrðingum um einstakar ákvarðanir og afleiðingar sem að þær hafa þannig að það hlutverk stjórnarandstöðunar að draga það fram og spyrja, jafnvel þóttu fáum léleg svör að þá auðvitað verðum við að halda áfram að spyrja. Já. Algjörlega, eitthvað meira við þetta bæta? Nei. Stýrivast ákvörðun í miðan ágúst, var ekki 19. ágúst, maður rétt. Epic menn hljóta að setja stuðul á það. Já. Þetta verður nú frekar lár stuðul kannski á bara hækkun. Svo þetta veltum maður fyrir sér og maður getur rétt átt í endalega sko, og hvort að Seðlabankinn muni einhvern veginn horfa til annara þátta þegar þeir taka ákvörðunum vexti í ágúst. Munu þeir horfa til þessa, hvort það sé gott eða slemt að hækka vexti í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslu? Ég held að menn séu ekki gera það. Munu ekkert spá í því en hins vegar er Seðlabankinn komin í þessa... Menn eru mannlegir, Örn. Þetta allt menn eru mannlegir. Ég held bara, ég held að... Hagfræðingar eru líka mannlegir. Ég held að ég vorkenni þeim sko upp í Seðlabanka í rauninni að þurfa að gera þetta fyrir. Þeir kannski hugsa, svo einhver nefndi við mig að þeim eru kennt hvort þið eru hvernig þetta fer, á hvort veginn sem atkvæðagreiðsla fer. En ég held samt að þetta á ekki að hafa áhrif, við vitum það alveg. En ég held að þeim þykir þetta óþægilegt að þurfa að gera þetta. Þegar að umræðan mun standa sem hæst. Ég held að sko, ég hafði nú ekki eins og dottið í að setja þjóðaratkvæðagreiðsluna í þetta samhengi sko, en það sem ég var að hugsa er það að Seðlabankinn er að komast í þá ömurlegu stöðu að þú ert að díla við röð kólunarmerki í hagkerfinu, samdrátt, atvinnuleysi og mikla verðbólgu. Þá þarf hann á endanum að horfa til annara þátta. Það hlýtur að þurfa að gera það sko og það er ástæðan fyrir að menn hræðast mest af öllu í þessum bransa, svo kallaða verðbólgukreppu, stagflation, sem er engin hagvöxtur og með öllu sem því fylgir atvinnuleysi og lélegri nýtingu á framleiðslutækjum og mikil verðbólgu. Þannig að það spennandi áskorunir sem Ásgeir Jónsson og hans fólk standa frammi fyrir á næstu misserum. Hann er að hlusta, þannig að hann bara hann metur þetta, hann hefur nokkrar vikur til þess, hann og hans fólki í Seðlabankanum. Ef að færa ykkur aðeins jákvæðara tal? Nei. Nei. Stutt og laggott. Ef að kveikja á grillu, strákar, yfird úr grillinu. Já. Það hefur nú ekki mikið verið notaðir það í sumar. Já. Ég með yfirdjúr, það er bara að grilla hamslust. Já, við grillum aðfangadag. Já, ok. Þannig að það er Nei, það er, það er ekki veður til að grilla, það er alveg rétt. Menn eru samt að byrja að senda með grillmyndir. Ég get þessa splunkunni í yfird úr grilli í vikunni. Eitt mjög ánæður eigandi. Var það víkt með puls? Kallinn að pulla sig upp. Já, viðkomandi tók fram að þetta væri forrétturinn. Okay. Þannig að steikin biði á kantinum. Sjáu hvað þetta er fallet. Splunkunni grill. Það er svo fekk ég svakalega mynd. Það er næsta. Þessi flott. Þetta er kaldi líka sko. Þetta er bara íslenska sumarið. Já. Þetta er sem dýrð. Og íslenski karlmaðurinn. Íslenski sumarmaðurinn. Íslenski sumarmaðurinn, já. Ástæð fyrir mennir að senda þessa myndir og það er við erum alltaf með hann að leikja þetta, þar sem við erum að hvetja fólk til að senda okkur. Af því að við viljum vera jákvæð og bjartsýn og hafa gaman í lífinu. Senda okkur myndir að sér að grilla á yfirdórgrillum og í boði eru verðlaun, auðvitað. Ferðagrill frá yfirdór, 100 kaldir og 10 manna veisla frá kjötkambarínu með forrétt og öllu saman. Það er aldeilis. Þannig að okkur glúmur ekki að senda mér. Er hann ekkert að grilla það? Þarf það að vera mynd með þessa tegunda grilli? Við skulum láta það slæta ef að, þú veist. Jú, hann það eigi ekki allir yfirdórgrill ennþá. Nei, enda líka ef að verðlunin eru yfirdórgrill. Já, svona ferðagrill. Já, ferðagrill, já. Einmitt. Þannig að hann er að hlusta. Já, hann hlustar. Já. En ég baði ykkur að finna í þessu tegund, hrósu vikunar. Það er gaman að standa við grillinu, vera hrósa fólki, hafa gaman, tala jákvætt. Mér finnst nú, þetta er nú engin spurning í mínum huga
að hrósvikunar fá auðvitað Reykvíkingar og nærsveitarmenn þeir sem hafa þreyja þorran hérna og eru ennþá á höfuðborgarsvæðinu eftir allar þessar vikur af þessu veðri bara fólki sem hefur ekki látið það eftir sér að hlaupa hérna austur á land eða til útlanda heldur staði hér vaktina haldið hagkerfinu gangandi eitthvað digði því að standa vaktin í Reykjavík farið á veitingastæðina í Reykjavík og haldið þessu opnu uppi ég skal taka undir það og undir þessu skýjafargani sem hefur verið hér þannig að hrósvikunar fer til hins almenna fyrst og fremst Reykjavík og íbúa höfuðborgarsvæðinu sem þingmaður Reykvíkinga þá hérna þetta er mitt fólk þetta er þitt fólk þetta sýður að tala til kjósenda já þetta er gott Örn, viltu bara ég tek þetta til minn bara ég er búin að vera þetta það er því tengt ég vil rósa Jóni Kristni Einarssoni sagnfræðing sem að er byrjað með alveg framúrskarandi hlaðvarp sem að heitir Íslandssagan það eru konur 4 þættir af því alveg sérlega vandað og skemmtilegt og núna er hann að hann ætlar að gera sko einhverja heljarna býsna af þáttum sem eru langir og metnaðarfullir og mér bara skilst á honum að hann ætlar að reyna að kofvera bara alla Íslandssöguna frá landnámi og er komin á miðaldir núna fram til hann er alltaf fjármálakreppuna en kannski ómikil samtíma saga eftir það en eins og ég segi, þetta eru frábæri klandrið eins og klandrið að stóta Páls en það eru konni 4 þættir þetta er alveg ákvæmlega síðast þáttu fjallar sem sagt alþjóða verslun Íslendinga á miðöldum og bara frábær stöf og gott að hafa aðgengið að þessu mitt það veðrið með þessum hætti og ég hvet alla til þess að tekka á þessum þáttum. Frábært framtak. Já, mjög gott. Ég var byrjar að hlusta ég var búið með 1 þátt eftir að halda áfram. Það leit verið út. En ég tek bara undir með þér. Skellar hrósi á hann. Já, alveg klárlega. Og ég meina sko skiluru og fórum þetta að hugsa þetta þannig sko á sama tíma er Þröstur Helgason upp í efstaleiti sko að endurspila einhverja 30 ára gamla þætti á Rás 1. Þetta er hlutverk, sko, þetta var uppalega hugmyndum með hlutverki Rásar 1 og okkur ríki þyrfti að vera rekita sko. Þetta gerir bara fólki í dag sjálft. Gerir bara ungt fólk og rífur þetta til sín. Ekki Rás 1, ekki gera eitt í þessu. Nei, algjörlega. Bara við hrósum einkahröndinginu. Sko, eftir að Sigríður útúðaði þeim sem að fara í útilegur Austurland og segja sér sólun og þangað. Ég var ekki beint að gera það, bara að vísa þess þetta er þetta veikjaðja fólk hinir sem sita heima er þetta mjög sterkt að kalla kjósendur sína veikjaðja ég var ekkert að útöða þessu veikjaðja fólki Nei, við maður fólk er bara mismunandi fólk er alls konar Færðu í útilegur? Ég hef ekki það verið synd að segja ég hefði farið oft í útilegur, ég hef þetta farið og á tjald og svona en merkilegt nokk þá fékk ég fyrir kannski svona 1,5 viku allt í einu æði fyrir að kynna mér svona lítil hjólhýsi sem að maður ekki svo stóru heldur lítil og þetta er búin að ræta við örfáa en það fyllist við erum bara trú það fyllist hérna alltaf á samfélagsmiðlum af þessu núna hjá mér og kannski þetta bara aldurinn eitthvað en allt í einu fekk ég svona áhuga á eða golfið kannski, allt í einu fekk ég áhuga á að fara að ferðast landið með hjólísi og golfsett já sem er nógu lítið, það bara fyrir golfsettir við erum eitthvað skona millistjætta síkunni já, svolítið þannig og þetta er búin að vera svolítið fyndið að kynna mér þetta og sjá, kynnast fólki sem er í þessum bransa og svona en ég veit nú ekki hvort ég læt verða af þessu þetta er fróðlegt en mér er náttúrulega, svo er maður bent alltaf á að kaupa sér eitthvað svona, þú veist, maður getur gist sko 100 nætur á hóteli fyrir verðið sem þetta kostar en þetta snýst auðvitað meira en það en jú, ég hef gaman að ég ferðast landið og er nú sem stendur með ágætnan bíl til þess, maður er ekki alltaf kannski með bíl til þess að geta farið landið það gleymist nefnilega stundum hjá góða fólkinu sko umhverfisliðinu að til þess að njóta landsins þá þarf fólk auðvitað að vera á góðum bíl
og það alltaf hefur verið að gera fólki það mjög erfitt fyrir að fjárfesta í bíl en núna sem ég á ákveðnum bíl þannig að ég ætla nú að reyna að nota eitthvað ágúst þess að ferðast. Já, þetta var bara já en spurning hvort þú væri útilega ekki. Já, ok, já. En að því síðast að fara að regnföt eða eitthvað þá... Já, útilegu búnaðin hann frá Ellingsen sko. Ammaðstilbúið bara heldur áfram. Já. Svo mikið að gera þeim. Góða dýnur. Já, og bara allir búnaðar sem að þarf. Alltaf margir sem að fóru austur. Þetta veikjaði að fólk fóru austur. Sem veikjaði að kjósandi miðflokksins. Fullt á tjálsvæðinu. Þetta er kannski ástæða fyrir að miðflokkurinn kom svona illa út og sagði könnun hjá maskinu. Þeir voru allt fyrir austan. Já, þeir svöruðu ekki. Þeir eru að njóta. Þeir eru að lifa og njóta. Já, bara einhver betri vinstrimenn sem hafa verið eftir og svara könnunum. Lifa og njóta. Það er nei og svo alltaf ágúst eftir. Já. Erst þú útilega maður? Nei, ég er mjög gaman á útiveru og er hlindu því að fólk anda þessu súrefni en ég er ekki fyrir að gista í tjöldum eða vera í einhverju vósbúð. Ég fekk mig fullsattan af því að einhverju útihóti því að ég var 17-18 ára og strengdi þess heiti, ég myndi aldrei gera það aftur. Góður samanburður, að vísa þangað bara og taka ákvörðun þá 17-18 ára gamall að gera eitthvað aldrei aftur. Já. Ég bara stemdi upp í. Ég stemdi við allar þær ákvarðanir sem ég tók 17-18 ára. En ef við værum nú á einhverju góðu tjálsvæði í glampandi sól að drekka kalda eða sitja að grilla eða hvernig það er þá byrja fólk að spjalla, hvort sem inn í fordeldi eða úti og svona. Það var svona verkefni sem ég sett ykkur fyrir þáttin. Hvað þurfum við að ræða sem við erum ekki að ræða? Við erum búin að tæma það svolítið í mínum tilfelli sko, af því að það sem að ég hafa búin að punta niður hjá mér að mér finnst að vantið dálítið í umræðana sko, þetta er dálítið svona rosalur örsýni á þess að þjóðaratkvæðagreiðslur. Mér finnst fólk ekki vera að ræða nægilega mikið eða kannski útilegu fólk þarf ekki að vera að gera það en svona fólk sem er að taka þátt í stjórnmálafólk og stjórnmálamenn að hvað er að teiknast dálítið ístíkilegt ástand upp í efnahagslífinu og mér bara finnst menn skauta ansi létt hjá því sko. Það er alvöru úrlausnar efni framöndan. Já. Þannig að ég er skemmtilegi guður með tjálstæðar sko. Já. Það er bara, þetta er alltaf að fara til fjandast til. Já, þetta er tal það og þennan 50 sigur Keflavíkur á Stjörnunni. Já, það er sem þú myndir ræði út. Já, sérum bara senur í farin. Farin heim í rúm. Nei, menn þetta er alveg rétt samt, menn eins og vorum síðan. Og þetta mun hafa áhrif á pólitíkinni vetur og allt þetta, hvernig þessi hagkerfið þróast þetta. Sigríður, hvað myndir þú byrja að ræða í útilegunni? Já, ég veit ekki hvort það væri í útilegu kannski beint, en þó, já, ég var bara með einhverju fólki í gær, setst það veit ekki hvað einhverjum hollendingum? Nei, já, íslenskt fólk. Ónefndum hollendingum? Sem var svona með áhyggjur af þessari innbrotaöldu hérna í Reykjavík. Já. Og það sem að kannski tengist í beint, ég hef svolítið verið að orðið þess áskynja að fjölga svo mikið, hefur undanförnum árum fólki að safna dósum sem fer inn á lóðir hjá fólki. Ég er með þess að núna sjá það núna upp á síðkasti grímuklætt fólk einhvern veginn og því kannski kalt og eitthvað segja, fólk er bara kalt og svona, en grímuklætt að fara reyna að róta í rusli hjá fólki og svona. Og ég hef nú verið þar skoðun lengi að það þurfi, og ég held að flesti séu samanlega það, að auka sýnileika lögreglunar í íbúðahverfum. Ekki bara ákveðnum viðburðum og svona, heldur bara, ég held að skipti máli að lögreglan sjáist á fæti í þessum hverfum þar sem að eru svona innbrotaöldur. Bara menn að labba bara raunverulega, lögreglumenn að labba göturnar, jafnvel bara spyrja fólk sem er að fara inn, þú veist, ég meina auðvitað erfitt fyrir lögregluna að biðja skilríki af fólki eða aðeins að tala við fólk sko. Já. Af því að lögreglan hefur heimild til þess til dæmis þess að óska eftir skilríkjum með fólki sem að er þú veist er eitthvað svona skuggalegt að og nágrannar og íbúar kvarta yfir að sé að koma ítrekkað inn í garða hjá því og róta í ruslinu og svona. Þetta er svona eitt sem ég hef heyrt bara fólk vera að nefna við mig, mest áhugavert. Ég sá að borgarstjórinn var nú í viðtali bara í vikunum þessu innbrotarhinnu sem er búin að vera eigast stæðir. Já, ég nefna þetta í þessu sambandi sko, að þetta
kemur þetta í svona bylgjum og alltaf ofbóðslega hvimleitt fyrir atvinnurekstur, búið mikið að brjótast inn hjá fyrirtækjum, en auðvitað ennþá meira svona álag á þegar verið að brjótast heim til fólks. Það er náttúrulega umulagt. Og inn í bíla hjá fólki sem kemur líka mikið tjón, bæði tilvíðandi tjón og svo bara svona álag að fólk bara finnst það ekki vera örugt heima hjá sér. Já, það er ekki ástand sem við viljum búa við hér á landi. Nei. Alls ekki. Og ég hvet lögregluna til þess að aðeins að stíga stundum út og labba í hverfum og láta sjá sig. Já. Ef að tæma hérna nokkur sko, það er hásumar allt það, en það er bara samt mikið af hlutum í gangi og mikið eiga sér stað og mikið í fréttum og alls konar hlutir að gerast. Ég sá til dæmis að ég var bara ánægður þegar ég sá það að Ásdís Kristjánsdóttir bæjarstjóri í Kópavogi, hún tók Dag B. Eggertsson og þá væntanlega leið Gauta B. Eggertsson bróður hans í kennslustund í hagfræði í vikunni. Þannig að Máli Rósa Ásdísi, hún er að taka virkan þátt í umræðinni á öllum sögum. Já. En já. Nú hlýtur Gauti B. að sitja sveittur og semja svar. Nei, hann er í beinni útsendingu núna á Stöð 2. Nei, á Vísi. Ok. Það er einhver Evrópuþáttur. Það sé hann... Þeir segja núna það er kannski ekki að meina þessa mínútu. Ég er bara bókstalið. Já, ok, það er alltaf leið. Takk fyrir að skemma brandarann. Ég vek athygli ykkur á stætti. Já, Dagur var að skrifa eitthvað hann bara heldur því fram að velferð á Íslandi muni aukast með evru. Já, og vísar í einhverja skýrslu sem að er að reyna að halda því fram að hafi verið falin fyrir öllum. Já. Þetta er skýrsla sem að ég þekki nú ágætlega til málsins. Ég held að Samtök fjármálafyrirtækja hafi átt sem fulltrúa í þessari nefnd sem skrifaði skýrsluna. Þetta var sem sagt verkalýðshreyfingin og ég var starfandi þar þá, og sem sagt og fulltrúar úr húsi atvinnulífsins voru að fara yfir þessi mál, þetta var 2014 eða ekki. Og Dagur fann þessa skýrslu, eða fyrir ekki, Gauti fann þessa skýrslu og tekur eitthvað brot upp úr henni. Það sem er bent á eitthvað svona positive externalities við að taka upp evru. En skýrslan Íslandi er í gjaldeyrisöftum þarna sko. Já. Og þetta er skrifað, öll greiningin er út frá því sko. Þannig að þetta er aldrei svona hálfgjört klámögg hjá honum eins og aldrei mikið annað sem að kemur frá hann að staðna. Og Ásdís var bara að benda á það. Réttilega. Já, sko, þegar maður horfir bara á fjárhag Reykjavíkurborgar síðast 1,5 áratuginn, þá var maður kannski ekki mikið að leita til Dags B. Eggertsson fjármála og efnahagsmál. Nei, það er alveg merkilegt hvað hann er búin að er að reyna að reinventa sjálfa sig eftir þá tíð sko. Núna er hann orðinn okkar helsti greinandi í alþjóðamálum. Já. Sem er kannski einhver unnistæða fyrir eftir allir þessi ferðalög hans í borgarstjóra tíð sinni, en og er orðin peningamála hagfræðingur líka, þannig að það er fólk er hvort að kaupir þetta. Gott að menn er úti með kassan. Já, nákvæmlega, þetta snýst alltaf það. Já, hann er að samfæra einhverja, ég sá það að hann heldur til hlaðvarpi með Þórdísi Kolbrúnu, fyrirverandi utanríkisráðherra og þingmanni Sjálfstæðisflokksins og verðandi sendiherra og ég heyri ekki betur en að Dagur hafi náð að draga hana einhvern veginn sín megin í Evrópu umræðinni. Komið nú svolítið óvart að heyra það. Þórdísi svona gefa því undir fótinn að menn ættu vera opnari fyrir aðild Íslands að Evrópusambandinu. Ég hef ekki borið mig eftir að hlusta eða horfa á þetta podcast en ég taldi bara líf mitt ekki skorta það að vita hvað Degi B. Eggertsson fannst alþjóðamál, þannig ég hef ekki lagt til hlustur ennþá. Það var alveg einhver slík pæling á baki hjá mér líka, en vinur okkar Hörður Ægjesson sem ég held að sé staddur í Króatíu og allir svo veikjaði hann sendi mig klipp úr nýjasta þættinum í gær. Ég horfði á þetta og ég bara svaraði algjörlega einlagt sko, hörðu, mér líður eins og ég sé að horfa á bara David Brent í The Office. Þetta var nákvæmlega samu upplifun sem að koma yfir mig við að horfa á þetta sko. Já. Það er kannski það sem fólk sækir í, ég veit það ekki. En talandum Ásdísi, sko ólíkt að hafast það nú við bæjarstjórnir eða borgarstjórinn og hún,
Ásdís og Hildi Björnsdóttir varðandi þessa brú sem var verið að opna þarna í Urðarhvarfi. Ásdís hefur brugðist skorulega við í þeim efnum og bent á að það þurfi bara að fara strax í einhverja framkvæmdir til þess að bæta umferðarflæðið þarna. Þetta er þessi brú sem sagt sem að var verið að opna Urðarhvarf heitir þetta, er það ekki? Nei, Urriðaholt. Urriðaholt segi ég, já. Og Nei, það tengir, þetta er Arnarnesvegur, þetta tengir sem sagt Reykjavík og Kópavog. Urðarhvarf. Urðarhvarf. Og þessi brú sko virðist víst vera með einhverjum ólíkindum, eða þessi framkvæmd öll. Það sem hefur fengist með þessar framkvæmd allir er að færa umferðarljós sem að voru þarna hægra megin á myndinni sem við sjáum núna, vinstra megin yfir á þessa brú. Og sem gerir það verkum að þetta eru svona hálf mislæg gatnamót og það eru almennt ekki ljós á svona mislægum gatnamótum, en verkfræðingar og fólk sem fer þarna daglega að benda á þetta, að þetta sé sko miklum ólíkindum að það hafi í rauninni ekkert breyst þarna með allar þessar framkvæmd. Akkur eru ljósin sett þarna á? Að því eftir sem áður þarf fólk að fara á ljósum og beygja til vinstri þarna held ég, eða ég veit ekki hvernig þetta virkar. En þarna vist mikið umferðar öngþveiti. Það sé myndir á því. Og ég man eftir því að þetta, sko, þessi framkvæmd heitir framkvæmd við Arnarnesveg sem að þetta Reykvíkingar átta sig ekki á að því Arnarnesið alveg hinum megin, þessi vegur kallast víst Arnarnesvegur hérna einhvers staðar eða tengist inn á hann. Og þetta var mikið deiluefni á sínum tíma og Dagur B. Eggertsson kom í veg fyrir það að það yrði þarna raunverulega mislæg gatnamót. Þetta er bara svona hálf mislæg gatnamót. Með þessum árangri? Já, með þessum árangri og margir milljarðar sem hafa farið þarna í þessa framkvæmd. En það virðist blasa við, þessi tilþekkja og verkfræðingar á sínum tíma og vegagerðin bentu á að þetta væri auðvitað ekki á vetur setjandi að fara í svona framkvæmd. Þetta myndi ekki leysa þennan umferðarvanda sem að þarna væri. En það var alltaf einu farið í þetta. En semst Ásdís bregst þá við núna, svona finnst mér með afdráttarlausum hætti og tilbúin til þess að fara strax í framkvæmdið til þess að bæta þetta. Ef það hægt, sko, ég veit ekki svona hvort það hægt. Hálf mislæg gatnamót, það eitthvað sem ég hef ekki bara heyrt áður. En borgarstjórinn hins vegar, hún telur rétt að bíða aðeins og sjá hvernig þetta muni virka. Þetta allt saman komið í gagnið, þetta vist ekki alveg komið í gagnið. En og ég veit nú ekki hvað það sem vantar þarna, það búið að opna þetta einhverju leiti en ekki öllu og vil bíða aðeins lengur. Mér þykir nú einsýnt sko með að við þessar myndir og þessar umfjöllun sem hefur verið af þessu að þarna þurfi að raunverulega að gera einhverja bragarbót á. Já. Og Reykjavík á núna ekki að tvínóna neitt við það sko. Heldur bara taka höndum saman með Kópavogi og bæjarstjórunum þar og bara leggjast yfir þetta. Ef það þarf að gera það, þá bara drífa það af sem fyrst. Áður en að byggðin þarna þéttist einhvern veginn og þetta verður eitthvað meira rugl. En það þarf auðvitað líka sem að draga það fram og ég mun kalla eftir því á þinginu að umhverfis- og samgöngunefnd fjalli sérstaklega þetta, þessa framkvæmd og hvort að það sé raunverulega þannig að það sé verið að sko kasta mörgum milljörðum af skattfé í einhverja framkvæmd sem er bara eitthvað glórulaust rugl. Það er alveg óhugsandi að slíkt gæti gerst. Þú hefur aldrei gerst að vera. Ég mun minnst að kalla því að það verði rætt á þinginu. Og já, ég meina vegagerðinni til varnar, ef ég skilði þetta mál rétt þannig, að þá lá það bara fyrir frá þeirra sérfræðingum að þetta væri leið sem ætti ekki að fara. Ég held ég að lesa eitthvað fulltrúa vegagerðina sem var að segja þetta sama og Hildur að bara eigi eftir að koma í ljós eitthvað. Já, ok. Þannig að við, ef við ekki farið frumir á sig endurskoðun á þetta. Jú, það þarf klárlega að skoða þetta. Já, Jón og regla leið þetta framjá því að IT House of Brands þetta rétt hjá. Já, í Dóttarhverfi. Já. Þannig að það eru farið þarna, þú veist akkurat nýja veg. Þú búin að kynna þetta hvað er á nýju framkvæmdum? Ertu búin að fara að brúna? Já. Ég bara rætti á þannig tíma að það var lítil umferð. Okay. Þannig að ég skiplaði dæmið þannig. Þú tekur þetta út fyrir okkur? Já, ég skal gera það næst því að leiði framjá. Talandi IT House of Brands, strákar, ég var að minna á netverslunum okkar, netverslunum þjóðmála. Þau eru þetta alveg alla daga að framlega vörur fyrir okkur.
hvetja fólk til að kíkja inn á þjóðmál.is, verslæði netverslunni, það fara þetta en fleiri vörur, Frábært. þannig að meðan skólvörur og fleira, Nú, þannig að alls konar hlutur að gerast þar og það er náttúrulega líka hægt að gangi í þjóðmálastofuna og vera hluta þessu skemmtilega samfélagi með okkur þar. Gólmótið til dæmis, það eiginlega bara seldist upp á vegum gestir þjóðmálastofuna fengu að vita því á undan öðrum eins og öllum öðrum viðburðum þjóðmála og þá eiginlega bara kláraðist það mót, eða þessi skráningi það mót þar með. Þannig að þú snúið þjóðmálastofunni. Ég er henni. Heldur betur. Heiðurskjöstur. Lét eftir sætið mitt á gólmótinu. Já, til að fara meira flás, já, til að fara til að fara að taka það virtingamóti sem við ætlum að streyma frá. Já. Þannig að eins og framkom þaðan. Herðu, síðan, kannski annað sem ég myndi vilja setja endurskoðun á. Þú veist, ég er endar, þeir í frumherja voru ekki alveg til að láta mig hafa miða þetta því að þeir vilja ekki fá húsleitt í næstu viku. En ég sá að Páll Gunnar Pálsson, hann var lagði það til í viðtali í Bylgjunni, viðtali á Bylgjunni, unni vikunni, hann vil tvöfalda umsvif samkeppniseftirlitsins. Akkur ekki fjórfalda? Já, ég meina, þú veist, hver er þetta svona þjóðhagslegur ávinningur á því? Hvað er hugtækið sem þeir nota alltaf? Þjóðhagslegur ábati af starfið samkeppniseftirlitsins sem að skipta 20 milljarða. Já, þannig að akkur ekki að fjórfalda eða bara áttfalda, þú veist. En sko þú veist, ég meina, núna var núna út ég vil átta endurskoðun á þetta en ég er ekki við sem að frumherji vilja standa fyrir því Nei, ég skal bara á mig Já. Þið hattum mig nóg mikið nú þegar. Nei, ég meina, þú hugsaður að þannig að samkeppniseftirlitið gaf það skýrt í ljós að það kæmi ekki til greina og kannski ætti ekki að það hafa komið svo mikið á orð að Kvika og Arion gæti saminast. Af því að sem sagt, af því að þeir líta svo á að rökstiða með einum hætti að Kvika sé áskorundabanki. En er ekkert að starfa á sama starfsviði og stóru bankanir. Og þetta er bara mjög sérhæft niss sem að þeir hafa markað sér varðandi og mjög litlar upphæðir varðandi þau fórin á fasteignalánamarkaðinn. En allan að niðurstaðan að því og sparnaðin með auði og allt þetta líka. Já, og sem sagt niðurstaðan að því og með við aðra ákvarðanir samkeppniseftirlitsins er það að bara íslensku fjármálamarkaður er bara komin í formalinn. Það mun enginn þora að reyna að gera neitt. Sem sagt, til sem að markaðurinn kallar nauðsynlega á hagræðingu, bara út af reglugerðarfargani og öllu því og líka bara fyrir hluthafana sem eiga þessa banka. Samkeppniseftirlitið er bara búið að setja í frost og bara mun enginn þora að reyfa sig næstu áratuginn, allavega ekki með hann að Páll Gunnar sittur hana sem að verður í 30 ári viðbúti eða hvað er. Síðasti æviðanir fósturinn. Já, að og hver er sem sagt samfélagslegi ábatinn af því fyrir glötu tækifæri hluthafa og viðskiptavinna þessara banka að halda þessu svona? Það er ekkert hægt að mæla það, það er ekki að festa hendur á það. Já, það verður gaman að þau myndi spreita sig á því allan samkeppniseftirlitinu. Já. Kannski þegar hann bara tvöfalda mannskapir þá kannski geta það. Já. Þetta er alveg... En þetta er bara til að, við hlægjum mér en hlægjum á fusum, en þetta er bara til að sem að virðist væri vísum með að styðja, Gætu þá borið sama verðlag á Íslandi við önnur ríki og tekið inn kaupmátt? Það væru helmingi fleiri starfsmenn sem að væri þarna. Væri komið nægilegt brimpáð til að klára slíkt verkefni. Sigurður, hvað segir þú um þetta? Við kannski ætti bara að taka Pál Gunnar á orðinu og leggja samkeppniseftirlitið niður í núverandi mynd og stofnaði einhverju aðeins annarri mynd, reyna að sameina kannski einhverja stofnanir sem að fara með eitthvað sambært eftirlitshlutverk. Hann mun beita sig gegn því eins og hann gerir 2014. Þannig að hægt verði að samnýta kannski mannafla betur og svona og þannig kannski eitthvað örlítið að fjölga fólki sem sinnir þessu. Ég held að ég myndi styðja það ef slík áform kemur fram hjá þessari ríkisstjórn. Það hefur verið þetta reynt að gera það, eins og nefnir. En menn einhvern veginn hafa alltaf heikst á því að gera það. Þetta umræðis sjálf sem að kom daginn, þetta er bara aldjörn hneyksli. Þetta er bara, ég bara skildi að fleiri sé ekki gáttaðir yfir þessi að komi svona frá þessari stofnun. Þetta er mikilvægur stofnun, valda miklu. Til að mynda benda á þennu auðlús staðrind að matvælaverð er hátt á Íslandi með hvað gengur gerist að meðaltali í Evrópu
ok, gott og vel og og síðan kemur henni viðtöl og það fákeppni og og við erum eigin gjaldmiðil og eitthvað svona en sko, þú bara notar þú notar sem sagt sömu vísitölur og sömu stuðla og samkeppniseftirlitið notar yfir sem sagt yfir samþjöppun til að mynda á matvælamarkaði og berða saman við Norðurlönd þá næst minnsta samþjöppun á Íslandi með hinn Norrlöndum. Ég held að sé aðeins lægra í Finnlandi. Punkturinn sáuðu þetta að sumir markaðir eru bara þannig í eðli sínu að það eru alltaf bara 3, 4, 5 aðilar sem að tróna yfir markaðum. Bara, í öllum, maturumarkaðurinn í öllum Evrópuríkjum þannig. Það saman með fjármálamarkaði. Ef þú horfir til innstæðina, það eru 3, 4 bankar í öllum löndum sem eru með 90% af öllum innstæðum. Þannig að en þeir að halda sig við einhverja hugtaki stærðar hagkvæmni virðist engin skilningur á því innan samkeppniseftirlitsins halda bara því fleiri búðir og því fleiri kennitölur að það sé best fyrir neytendan sem augljóslega ekki rétt. Það alltaf stærðar hagkvæmni sem að kallar að það aðgangsströskuldurinn hærri og þú þarft að vera stærri til þess að geta búið samkeppnishæf verð. Haldið að samkeppniseftirlitið myndi beita sig meira fyrir aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar? Já, þeir eru búin að segja það. Þeir eru búin að lofa okkur að droppa ykkur bankamarkaðin og það verður væntanlega fyrir kosninguna. Alveg vissum það. Það erfitt að eiga við það þegar heila eftirlitsstofnun að sinna einhverju kosningaáróli. Já, bara hjálpa kannski til að hún hefur akkurat ekki neitt trúveruleika hjá fólki sem veit eitthvað aðeins hvað máli snýstum. Já, við hlæjum við vitum alveg hvers konar kjánar þetta eru og hvers konar bröðum Páll Gunnar hefur beitt í viðskiptalífinu en fullt af fólki samkeppniseftirlitið hefur svo trúveruleika í þjóðfélaginu. Þeir komið með skýrslu núna eða eitthvað minnisblað hvað það var olíumarkaðin vegna þessar tímabundnu lækkunar á virðisaukaskatti. Og það var auðvitað algerlega óásættanlegt plagg og innlegg frá stofnunum eins og samkeppniseftirlitinu sem fer með einhverja valdheimildir. Það var bara kastað fram einhverjum hugleiðingum og einhvern veginn sönnunarbyrðinni snúið við og atvinnulífið látið einhvern veginn sitja uppi með einhvern veginn að þurfa að verja sig fyrir einhverjum pælingum samkeppniseftirlitsins. Algjörlega óásættanlegt. Ég veit ekki hvar það stóð, ég man ekki hvernig það var hvort að olíufélögin hefur eitthvað andmæli hvort það eitthvað í vinnslu eða eitthvað svona en þetta svona atriði sem að þarf auðvitað að taka upp grundigt meðal annars á þingi, bara stjórnskipun og eftirlitsnefnd þarf að fjalla svona vinnubrögð frá opinberu stofnunum. Það var frestur varandi dagvörumarkaðin eða matvælamarkaðin þau fenguðu þarna frest í nokkra vikur til að skilja athugasemdum sem gerðu og svo sögum frá Vísindablaðinu og það sem þetta var bara tekið niður lið fyrir lið og bara Eru hagar á festi að svara sjálf? Mér hefur fundist þögn þeirra æpandi í þessu öllu saman. Þeir svari í gegnum vantilega koma að það varu Samtök Verslun og þjónustu og Samtök atvinnulífsins sem svöruðu þessu. En okkur Ásta og Finnur ekki bara að taka stæðin í fjölmiðlum? Eru þið bara hrættum að fá Páll Gunnar heimdísinni? Ég ætla ekki að svara fyrir þau en ef ég væri þeirra á stöðu þá myndi ég vera það. Já. Nei, ég tek alveg undir þetta. Það er algjörlega galið og það bara snýrað bara svona grundvallar réttundum í vestrænum samfélagi að beita eftirstofnum með þessum hætti. Það sem menn bara kasta fram einhverju og varpa svona svartapétur yfir á atvinnulífið. Í þessu tilviki matvöruverslanir og eldsneytisinnflytjendur. Og þetta er alltaf sami, þetta er alltaf sömu geirarnir vegna þess að þetta er svona berinn sem hanga einhvern veginn látt, það er svo auðvelt einhvern veginn að afgreiða fyrir starfsmenn samkeppniseftirlitsins er það svo auðvelt einhvern veginn að henda einhverju fram í umræðuna sem að til að fá fólk á vagnir með eins og nefnir fólk trúir þessu samkeppniseftirlit eða eitthvað svona eftirstofnun er ekki að fara með eitthvað fleipur það er mjög auðvitað Páll Gunnar að segja og fólk er pirraði bensínverð, fólk er pirraði hvað maturinn er dýr og það er svo auðvelt statusin sem að skrifa þar á síðu eitthvað fólk sem er svag fyrir að segja já í ágúst eitthvað gæi sem að tók mynd af sulturekkonum í Bónus
Jú. og hérna alveg brjálaður yfir því að uppáhaldssultaras sé ekki lengur til og sér eldar með Samiri og Bónus og ég ætla að segja já í ágúst. Og það var bara heil hillur ekki, bara sultur. Já. Einmitt, það er þetta. Sjáum við búlustrákana, það er eitthvað engastum. Tjóðlir við á lótunum það. Það er bara öðvöld þegar lítið úrval að sulta með Íslandi. Ég meina fyrir marga þetta, þú veist, bara spurning eitthvað svona, ég meina fólk bara hugsa Þetta- sitt og bara grill á kvöldin og Ég svona. get alveg hugsað ykkur ástæðilega að ganga í ESP. Já, auðvitað. Já. En bara, þetta er samt svo auðveld, bara Páll Gunnar segir bara, hann kemur bara fram, þetta er bara svo að koma fram í fullum sala fólki og segja bara, finnst ykkur ekki dýrt að vera búð? Jú, já, ég ætla að laga það, þú veist. Þetta er einhvern veginn, þetta er bara svona leikur, sko. Já, Einu þá þarf að spurja fólk sko, menn ef fólk heldur virkilega að vextinni lækki við það, þú veist, að bara eitt að ef Seðlabanki segir að vextinni eigi að vera eitthvað, þú veist, þá getur við alveg nú þegar bara sett lögum hverju vextinni eigi að vera, sko, ef það er málið, sko. Þannig að En það skiptir ekkert annað annað sko sem að máli. samkeppniseftirlitið spáir ekkert í sko að náttúrulega sko neysluhegðun er sko nátengd kaupmætti og sem sagt fólk fer í sem sagt fólk kýs að versla það sem að það sem ég finnst þægilegt er að horfa í eitthvað ekkert bara eða endalega verð, Já. skiluru eða væri bara, eða væri engungu Euroshoppur vörur eða whatever í einhverju verslun það er ekki endilegt að allir myndu versla þar fólk er bara að leita öðrum þáttum það er ástæða fyrir að fólk fyrir melabúðuna það er ekki verðið. Mér finnst þú að vera að tegja það látt til að verja þetta lítið úrval að sulta. Ég legg áherslu á að matvöruverslanir hafi glugga til dæmis, sem ég finnst mjög miður hvernig matvöruverslanir hafa þróast hér, það er alltaf gluggalausar. Þannig þegar einhverja verslanir opna nýja búði með gluggum, þá er ég tilbúin að borga aðeins meira, bara til þess að þurfa ekki að fara inn í eitthvað svartól. Já. Þetta er eitt, bara umhverfið og annað, ég meina það er, bara sem sagt, alls konum hlutir, ég meina Þetta er svona sem ég hef ekki heyrt áður, en bara ég skal Þetta er þetta því sem við hefum átt að taka upp, þetta er svona umræða sem fólk er ekki að ræða, en ég get haldið langa tölu umhverfi matvöruverslana. Þetta glugga í matvöruverslana. En sko, lægra matvöruverð, lægri vextir á húsnæðislán og meiri sulta. Það eru rökin fyrir. Meiri úrvala sulta. Já. Herðu, næsta mál. Var ég búin að spyrja það, ertu á rafmagnsbíl, Sigríður? Ég er á svona plug-in hybrid. Þú þarft að vera með svona amper rafstöð. Já, ég myndi vera með svona amper rafstöð ef að ég ætti bílastæði. Já. Ef að Reykjavíkurborg myndi útvega með bílastæði. En það er ekki, því er ekki að heilsa og ég það er þitt val að búa í Vesturbæ Reykjavíkur með öllum hinum ég þreytist ekki á að nefna það, sko, þegar menn er að tala um það rafbílavæðingu og það sé nú ekkert mál, sko, að stór hluti þjóðarinnar hefur ekki aðgang að bílastæði einu sinni. Mótmæltu bara í verki og fara að leggja bílnu fyrir utan húsina Hildar. Já, bílastæðinu hennar. Þannig að ég bý ekki svo vel að geta verið með svona fína stöð. Nei, ok. En einhverjur eru með svona stöð? Einhverjur með, ég bara stið þá að... Og amperstöðar, alveg frábærar. Þú engin kostnaður, kaupur það bara í áskrift og það borgar bara áskrift að þeim. Og þar er, ég veit ekki hvort að miðflokkurinn þurfi að fá aukna hleðslu, fylgið er að lekka. Já. Nei. Við erum búin að útskýra þetta. Við erum búin að, það er einu útskýringi. Það er veikgeða kjósendur sem voru austur. Já. Svar ekki, Svar ekki konunum. Nei, ég hef ekki ágjör af... Ég ætla ekki að fara djúpt í þessa... Nei, maskinu fyrir hlustur þá erum við að vísi konu maskinu sem byrtist í vikunni í fréttum sínar. Já. Það sem kemur fram að fylgi sjálfstæðarflokksins er orðið örlítið meira en fylgi Samfylkingarinnar í fyrsta skipti að mér sýnist 1,5 ár. Og það er, og þarna sést líka eins og ég var að vísi að fylgi Miðflokksins hefur lækkað töluvert frá áramótum sem var að þá mærist rétt rúmlega 20% og mærist í dag 14,1%. Eða að lesa hvað í þetta? Já, þetta lesa svona, það er eitthvað svona flögt á þeim sem svara. Maskinu kannandar hafa hins vegar verið því margir brendar að þær hafa vanmeti bæði sjálfstæðarflokk og miðflokk. Alltaf. En það er auðvitað eitthvað svona sveifla. En ég hef ekki miklar ágjör af þessu og við miðflokknum ekki af þessari könnum frekar en öðrum, ekki heldur þegar við vorum 20%, þetta er allt skoðanakannanir. Það er ekkert að gerast hérna í sumar. Þið gerum bara svona. Við erum alltaf. En ef fólk vill auðvitað
ef að fólk horfir til þeirra stjórnmálamanna sem að einhvern veginn sem að segja hlutina og haga sér á þingi í samræmi við það sem þeir segja, þá auðvitað ættu menn að horfa til og gefa miðflokknum atkvæði í þessum efnum. Vegna þess að miðflokkurinn hefur staðið vaktina í bæði þessum varandi þessi ESB-mál og bara flest önnur mál sem hafa verið á þinginu, þannig að við höfum tekið mikla slægi sem að hafa kannski verið einhverjum þátt óþægilegt að taka, sumir kannski svona óvinnsælir, en að mínu mati og okkar í miðflokknum óhjákvæmilegt að taka, alveg óhjákvæmilegt að taka slægi fyrir atvinnulífið. Einstaka greinar þar höfum við tekið slægi sem við myndum taka líka fyrir allar aðrar atvinnugreinar ef það væri í þeim sporum. Hvað segir miðflokksmaðurinn Örn Arnarson við þessu? Frásnumar? Nei, ég hef lítið við þetta bæta og svona skoðanakannir á hásumri, ég veit ekki hvað svo mikið það segja manni raun og veru, sko. Ég sé bara að sjálfstæðismenn að gera mikið úr svo til að sé vera þarna að hafa ég held að anda höndum tekið, sko. En ég held það mitt. Það hlýtur alltaf fara og fullt bara leið þegar Sigurður gengur frá dusnum eftir þjóðatíðina og bara strax í þeirri viku, sko, varðandi þessar kosningar. Það svo mikið látið yfir öllu, sko. Já. Þannig að kannski einhverja mælingar sem að fara að byrtast á og væntanlega getum við lesið eitthvað í þegar við fáum að sjá kannir afstöðuna til spurningarnar. Já. Það segir okkur eitthvað. Eitt sem langar til að koma á, ég sé strákar, Epic-stöðullin varandi ESB-kostingarna, hann hreyfist ekki mikið. Það ennþá bara 1,7 á neyið og 2,3 á jáið. Markaðurum metur að þannig að það séu meiri líkur á nei. Meiri líkur á nei, já. Svo sé það að koma enda prósturhlutvall líka. Atkvæða, þannig að það nóg að gera það. Nú er HM búið. Var það bara droppinn? Já, þetta kom inn bara í síðustu viku. Okay. Þannig að við höfum engar upplýsingar, sko, skilur. Nei, ég hef ekki séð hennar kannar en eitt nýlega. Ég sá að maskina að gera könnun. Ég laði á mig að svara einhverju hundleðir könnun bara þegar langaði til að vita hvort þessi spurning kemi. Og þarf að vera að spyrja þessa þætti. En hvað var spurt nákvæmlega? Var spurt hvaða afstöðu, hvað þú ætlar að greiða? Það var spurt hvort að maður ætlaði að kjósa og síðan hvað þú ætlaði að kjósa og hvort þú viljið fara í ESB? Já, þú veist, hvort þú ætlaði að, hvort þú viljið, það kom ekki, það kom ekki. Hvort þú viljið kjósa, nei að já. Svo komur nokkar spurningar, ég var nú með það, ég nefnir ekki að finna þetta, en það komur nokkar spurningar telur þú að vextir muni lækka, telur þú að matvörur muni lækka. Við það ganginn? Já, þannig að við grunar að jáliðar sé að kaupa þetta, með hvernig spurningarna voru þar. Þannig að eitt mál sem langt til að koma á hann fyrir með ljúkusu Það er bara aðeins varandi þetta, bara, mér finnst það skipta svo miklu máli að því það hafa verið gerð kannar sem verið að spyrja, sko, viltu gangi í Evrópusambandið og er ekki meiri hlutin sem vill það ekki? Já, með afgerandi meiri hlutin. Og svo það þetta fólk, svo snýst aðeins við, er ekki jáið aðeins yfir í skoðanakonum, hefur það verið. En, sko, að því að þetta þetta bara svo mikil einhver miskilningur held ég hjá fólki að þeir sem eru sannfærir það vilja ekki fara í Evrópusambandið, að vilja samt fara í þessar aðildarviðræður. Mér finnst það verður að koma á framfæri hversu mikil skuldbinding það er að hefja aðildarviðræðurnar. Það er mikil skuldbinding sem felst í því bæði kostnað og tíma og ég hef sagt við fólk ef að þessar aðildarviðræður byrja núna í september, þá verður ekkert annað til umræðu á þinginu. Stjórnarandstaðan mun sjá til þess. Við munum ekki linna látum. Stjórnarandstaðan mun ekki sjá til þess. Þau munu sjá til þess. Skilur, það er bara eðlilegt að... Já, ég meina, en ég bara segi, þú veist, önnur mál sem önnur að býða eitthvað eftir og það verður, þingið mun ekki hafa tíma í neitt annað en að kalla eftir upplýsingum einstaka mál sem við verðum að ræða og eins og við höfum séð með þessa upplýsingaóræðu frá utanríkisráðuneytinu og ráðherranum núna undanfarið, þá er það sko æriðverk og fullvinna að halda mönnum við efni þar. Og þetta mun eiga sér stað á sama tíma og þingið er komið saman til þess að vera að díla við mjög úrlausnandi efni í efnahagsmálum. Já. Þannig að, en þetta kannski, ríkisstjórnarflokkarnir fagna því kannski vegna þess að það er þeirra smjörklípa
þeir halda þetta og vona það að menn bara mun ekki beina sjónum sínum að efnas ástandinu og einstökum þáttum þar, en það verður auðvitað ekki þannig, við auðvitað munum gera það í stjórnarlandstöðinni, en ég bara nefna það að önnur mál sem eru kannski þú veist, ekki stór mál en skipta auðvitað marga mjög miklu máli hérna, þau eiga á hættu að fara bara undir radarinn hér og komast ekki ná ekki fram að ganga á þinginu, út af þessu. Þannig að ég bara þetta rænir allir stjórnsýslunni. Þetta rænir allir stjórnsýslunni, stjórnmálunum, þinginu og þannig að ég bara bið fólk að hafa þetta í huga. Þetta er svo furðuleg afstaða að vilja ekki vera í Evrópusambandið, því fólk fattar að það er fullveldisframsal, hvað sem menn kalla það að Íslandi verði áfram fullvalda, það er ákveðið framsal á fullveldi við það að fara inn í Evrópusambandið. Ég held að fólk fatti þetta og það er þess vegna sem að meirihluti þjóðarinnar segir, nei, við viljum ekki fara í Evrópusambandið. Mér svo skrítið þá að segja, en við ætlaði samt að segja já, kannski er það bara því að fólk er ekki eins og við Örn, fólk er almennt, það vil segja já, það vil ekki vera að segja nei. Ég verð að segja, ég er ekki að tala þið persónulega, en mér finnst almennt séð að fólk sem er í fremstu vílinu í baráttunni, gegn þessari vitleysu, hafa ekki staðið sér nægilega vel eða lagt nægilega mikið á sig til að útskýra þennan þátt málsins. Ég held að þetta sé alltaf svona svartur kassi í kjósendum. Ég er að reyna að gera það, maður gera það maður og mann og maður þarf, þú veist, og reyna fólk átti sig á þessu og eina spurningi finnst mér svona lykilspurning sem fólk þarf að velta fyrir sig, ég spyr alltaf alla, hver finnst þér vera ávinningurinn af því að Ísland gangi í ríkjasamband sem að er að reyna að stækka sig þannig og við erum að fá inn, eða Evrópusamband er að fá inn Svartfjallaland, Albaníu, Úkraínu. Hver gæti mögulegur ávinningur Íslands verið af því að fara inn í slíkt samband? Og ég hef ekki heyrt neitt geta svara þessu. Þetta er sprottið það sem við vorum að tala um fyrir þáttinn. Já, ég veit það. Núna í morgun, þá í gærmorgun í dag, var Snæður og Sindradóttir í dagmálum hjá henni Andru í Morgunblaðinu. Kristján Inga, já. Og þar segir hún að það er svo mikilvægt að komast inn í ESB til þess að hjálpa Íslendingum að komast inn í nútíman. Þetta er öll þessi umræða þegar fram byggða á einhverju svona dellu hugmynd hvar Ísland í raun og veru statt er í alþjóðlegum samanburði efnahagslega og séð út frá lífskjörum. Já, og bara klára Landspítalann og þjóðarhöll og laga vegi. Já, var etnislega að segja það, tökum upp evru og þá getum við farið að eyða öllum gjaldeyrisforðunum í að gera eitthvað sem að henni finnst, þú veist, að koma Landspítalann fyrir á réttar stað eða hvað það var. Já, ég mæri með að fólk hlusta á hana þátt, ég var aðeins byrjar á honum í morgun. Þetta var mjög áhugavert allt saman. Ég ætla að fara aðeins í næsta mál. Eitt stutt mál árum fyrir með ljúkusu. Ég sá að fyrrnefndur, Daði ekki kjörinn fulltrúi Kristófersson, ókjörinn fulltrúi og ókjörinn fjármálaráðherra var að skerpa á arðgreiðslustefnu ríkisfyrirtækja sem er ekkert stór mál, svo sem eðlilegt að ríkisfyrirtæki hafi einhver arðgreiðslustefnu og eðlilegt að menn svona móti hann einhvern veginn og hafi hann í föstu skorðum. Hann þetta tekur fram, hann ætla að ganga sérstaklega hart eftir því að ríkisfyrirtækin fylgi þessari arðgreiðslustefnu og greiði sinni arð til ríkisins. Ég held að við séum örugglega sammála því að fæst þessara fyrirtæki ættu að vera í eigu ríkisins en það er kannski önnur umræða. En ég velti fyrir mig bara menn tala þarna eins og það sé sjálfsagður hlutur að ríkisfyrirtæki greiði arð af sínum hagnaði til síns eiganda sem auðvitað ríkið. Svo býstast menni við því það einkafyrirtæki gera það sama og þá er það kallað gróðaverðbólga eða þess að ýta auðvitað gróðaverðbólgu og menn nota okkur alls konar bull hugtök í kringum það. Hvetja fyrirtækin til að gæta sér hófs í arðgreiðslum. Já. Þannig að þú veist, er það gott ef að Landsbankinn er að greiða mikinn arð en ekki Íslandsbanki og Arion? Er það einhvern veginn? Já, þetta er bara, þetta er mjög mótsagnakent. Fyrirtæki sem starfa til mjög samfélagsmarkaði. Já, ég meina, þú veist, ef trættuð að verðbólga aukist við arðgreiðslur, það er að segja að fólk sem að fjárfestir í fyrirtækjarekstri fái ávöxtun á fjárfestingunni, að það valdi verðbólgu, gildi það ekki að samlu ríkið. Það er bara þingmenn sem hafa sagt það. Já, þannig að en síðan hvað ná að við náttúrulega ganga hart fram eftir þessari stefnu.
Þetta heldur hann ekki á eina hlutabriðun í öllum þessum fyrirtækjum? Hann mun senda... Allan taka samræðinu sjálf á sig? Já, ef maður borga ekki arðin þá kemur Þórður Snær og heldur fyrirlestur í fyrirtækinu. Þannig að það verður annars... Cruel but unusual punishment. En svo þetta samt sem áður spurningin líka sko, ég meina, getum deilt það hvort að ríkið eiga þessi fyrirtæki eða ekki. En ef að ríkið á þessi fyrirtæki, þá kannski einu rökin sem getur staðið fyrir því, það einhver uppbygging innviða, sko. Þannig að maður velti fyrir eins og Ísafía sem þarna, ættu þeir að vera borg út arð eða ættu þeir að vera byggja flugvelli? Þeir ættu frekar að borg út arð, frekar en að vera að fara að reisa flugvallarhótel í samkeppni við önnu flugvallarhótel. Já, flugvallar, svo sannlega ekki flugvallar. Það er auðvitað annar handleikur. Það er eftir kannski að stekka flugstöðina og ekki bara alltaf velta skotti á sig með það. Já, en við erum með flugvelli sko, sem að þurfa viðhald og annað út um allt land. Þannig að þetta er spurning það líka sko. Ef mann ætla að vera með svona ríkis innviða fyrirtæki eins og til dæmis Ísafía, við getum færtur okkur fyrir því að það sé það, að þá einmitt myndum maður halda að ágóðana þeirri starf sem ætti frekar að fara í frekar uppbyggingu. Þannig að, mér fannst það bara áhugavert af því að það fyrir náttúrulega nettu tjóðanamenn þegar hvernig menn tala um það þegar einhverjar aðlar eru að greiða sér út arð, stór fyrirtæki, hvort sem er tryggingafélög, bankar eða bara venjuleg fyrirtæki. Já, það virðist vera óalega lítill svona einhverjum ástæðum hefur svona þjóðfélagsumræðan þróast þannig að það virðist ekki bara vera horfinn skilningur á því að það er jákvætt að fólk fjárfestir í atvinnurekstri og það sé alveg sjálfsagt og æskilegt að það fái einhver ávöxtun út frá því. Já. En þú nefndir Ísafía og svona innviði, ég meina við sjáum nú bara hvað hefur skort á uppbyggingu í Orkuveitu Reykjavíkur. Það er búið að blóðmjólka það fyrirtæki með arðgreiðslum og það er ekki verið að sinna bjarga bókhaldi Reykjavíkurborgar. Já, það er ekki verið að sinna innvið uppbyggingu þar. Ég vona Ari Edvald við bara nýr stjórnarformaður vonum og treystum á það. En ástæðan fyrir að ganga svona hart eftir þessu er líka það að þau eru að fara Reykjavíkurborgar leiðina í ríkisfjármálum. Já, það er góða punktur. Þetta er mjög varasamt. Ég vona líka Ari loki þessari svikaveilu sem að Carbfix er. Já. Það ekki? Sem fyrst. Getur þú bara fullir þér og nú að hann muni gera það? Nei, ég get ekki gert það. Við höfum víta á hann með það. Hann er fyrir austan í kólfi. Þetta ringja hann eftir. Herðu, Hótel Akureyri. Top hótel. Besta Hótel Akureyri. Já, ég hef gist þar, það er mjög flott. Frábært að sitja þar í þessu anderi, frábært að vera på herbyggjum, góð matur, góð staðsetning, góð þjónusta. Þú veist, hvað meira vill maður? Af því það er alltaf róksin og Akureyri þegar maður mætir, þannig að það er eins gott að hótelið sé gott þegar maður kemur þangað. Jú, það er svona mig líka. Þegar maður verður veikur á geði og sér 20 gráðurnar á Akureyri og keyrir þangað, þá undantekningarlaust þegar komið þangað, þá er hávaðarók og feels like 6 gráður. Þannig að það er mjög gott að vera á góðu hóteli og njóta þess sem það hefur upp á að bjóða. Ekki vinkilega sem ég átti von á, en ok, sammála. Ef við værum á Hótel Akureyri og hvort sem við sittum niður í andri eða upp á herbyggi og ætlum að lesa góða bók og horfa góða bíómynd, hvað eiga hlustundur að lesa? Ég bæði kannski að finna bók til að mæla með. Eða bíómynd. Já, mér finnst eiginlega... Ekki fara að gera svo Andrés Magnússon og mæla um einhverju mynd sem er ekki... Nei, það er myndið að tala samt um Andrés Magnússon, sko. Okay. Mér finnst þetta bara að vera orðin algjör stofnun í þessu batterísmu þjóðmál eru þessi meðmæli Andrésar. Ég er ennþá að leita af tæfinsku myndina örfendu lesbíuna. Ég hef ekki fundið hana. Þannig að hann var hérna í síðustu viku og toppaði sjálf á sig með að mæla með mynd sem hann hafði ekki séð. Odyssey. En ég fór á hann í bíó á laugardaginn og þetta er kvikmyndin algjörlega stórkostleg. Hún hefst náttúrulega á því eins og gefur að skilja að trójumenn komast að því að betri reynslu að það er nú ekki alltaf gáðlegt að kíkja í pakkan. Brendu sig laglega á því. En ég var rosalega ánægð með þessa mynd og Nolan er náttúrulega snillingur og var nú ekki að fylgjast með áður en ég sá hana, en svona ýmis gagnrýni fólk að láta eitthvað vókisma sem er alls ekki ráðandi í myndinni, meira eitthvað varandi leikarafali eða eitthvað svona. Fari taugarnar á sér, en það er bara ég sé ekki glórin í því að það er dálítið svona sem er einn af þessum undirliggjandi þráðum sem er í sögunni eins og er í meðförum Nolans, þannig að ég get ekki allt nægilega bara með betri myndum sem ég sé á síður árum. Þetta er svona mynd sem að þarf vantar að sjá í bíó. Sjá í bíó og sjá hann oftar en einu sinni vantarlega, sko.
Þannig að það er mín meðvali. Já, það er heppilegt vegna þess að ég mitt heyrði þennan þátt þar sem var að tala þetta hérna, og mæla með þessari mynd sem hann hefði ekki séð og það var verið að mála allt heima hjá mér, þannig að allar bækur hafa verið, ég þurfti að taka allt niður og það hefur leiðið marga vikur heima mér og var í einmitt að þrífa og taka til og hlusta á þjóðmál á meðan eins og fólk gerir. Já, og reyna að gringa á bókasafninu en held á allt í einu á Ódysseifskviðu og Iljónskviðu sem búið að vera fyrir framan augun á mér í bara áratugi í einni bókahillunni og í þýðingu Sveinbjörns Egilssonar einmitt sem að Stefán var Skólafélag Andréssonar. Já. Og ég sest niður eins og maður gerir þegar maður er að þrífa og taka til og fer að glugga í einhver einni bók og mér eru ekki orðið verki síðan og festist algjörlega í þessari bók og bara inngangurinn og ég mæli með því að ég hef búin að gleyma þessari sögu Tróju og Trójuhestinn, maður lærði þetta í menntaskóla en inngangurinn að Ódysseifskviðum Hómers gerir svona hjálparit fyrir söguna. Þannig ég mæli nú með því fyrir alla sem ætla að fara á bíómyndina að þessi bækur er nú til á flestum heimilum, borgarlegum, menningarlegum heimilum. Flestum heimilum með menningarlega metnað. Að já, og væntar þetta að fá þetta bara á bókasafni og kannski einhverjar á netinu og svona, að lesa, þó ekki verið nema innganginn. Svo er ég byrjað að lesa líka sjálft verkið og ég veit ekki hvort ég náði nú að lesa það allt saman en það er gaman aðeins að skauta yfir þetta og þetta er alveg frábær saga og ég nú veit ekkert hvernig hvort að bíómyndin endilega, hvernig hann kemst heim. Já, hann kemst heim en hvort að þetta er þetta svo umfangsmikið og flókið en hvernig hún kemur svo til skila. Ég hafði líka lesið umfjallanir þetta að nú væri Helena Fagra, er hún ekki svört þarna og allan tönuð. Já, svona smá tönuð og eitthvað svona en ég las líka svona athugasemdir þetta er svo lítið, þetta verður ekki yfirþyrmandi í verkinu sjálfu að þetta truflar víst ekki og ég hef nú svo sem verið að horfa á sumar nokkra kvikmyndir þar sem að svona sögulegar, þar sem að einmitt menn hafa verið að auka eitthvað fjölbreytni en það hefur ekki truflað mig sérstaklega að horfa á svoleiðis. Finnst það oft bara fyndið þegar maður svona dæsir að því maður veit að þetta er að yfirlögðu ráði verið að koma þessu, þannig að það er leiðilegt. Ef það væri ekki, ef það væri bara listrænt, þá myndi þetta trufla mann minna og gott að heyra það Örn segir að það trufla ekki þessari kvikmynd. Nei, ég þekki sögu bara frá unga aldri litið yfir þetta, mér finnst þessi kvikmyndaheimur sem hann skapar í kringum söguna að ganga fullkomlega upp í og sem sagt það var eitthvað sem sagði mann út af hverju, ef þú ætlaði bara aldjörlega að halda þig við söguna og bara verið með Grikki að tala forngrísku eða hvernig sem hún að þyrftur allavega 24 klukkutíma seríu en náttúrulega bara er að búa til bíólist og þetta tekst alveg og er svona það sem að mjög sem er kannski bara eðli söguna líka og ástæðan fyrir hún lifir en þannig góðu lífi hefur gert að það eru rosalega mikið af skírskotunum sem hún getur fundið í henni og hann er búin að finna sína þarna og með þóttið sú sín mjög heitlandi, þannig að þetta voru skemmtilegi 3 tímar. Þetta minnir mann á það líka hversu, menn hafa oft rætt hversu mikill efniviður er til dæmis í Íslendingasögunum óþrjótandi til þess að gera ábyggilega frábæra kvikmyndir og svo tengjum þetta í uppað þáttarins, hvað er líka frábært eða það sem þú nefndir með þennan unga sagnfræðing að koma með podcast, að vonandi þetta hjálpar allt til að koma saman, en ég rífast upp fyrir mér eins að þér að nefna þessa jákvæðu, hvað kallast svona að fá, þú veist jákvæða styrkingu? Já, nei, þetta leikara val og svona Já. Þessa ásýnd þessa fjölbreytni ásýnd sem menn eru svona að reyna að þvinga fram í kvikmyndum hana, ég hjó eftir því líka núna í auglýsingum núna daginn, verður að auglýsa eitthvað tryggingafélag að auglýsa og það var kallmaður miðaldra hvítur kallmaður sem benti á það hneykslaður að auðvitað væri tjóni, það er einhver maður þar sem gengur Tjónsson, auðvitað er hann miðaldra hvítur kall
Ég menna, akkur var ekki einhver ungur hörundstökkur leikari fenginn til þess að leika Tjónsson, nei það hefði náttúrulega aldrei verið. Sko, Svona er þetta orðið. Ég var rósað þessari mynd, sko, en annar þáttur sem er kannski bara sko, það besta myndrann sem það hefur séð lengi, það er South Park þátturinn sem að fjallar þessa konu sem að fekk lyklavöldin á Disney, hvað heitum, Caitlin Kennedy, sem að stóð fyrir öllu, sko, öllu bullinu þar, sko. Setti Disney næstu á haus. Já, en sko South Park svísular en sko það sem hann er að gera þarna er augljóslega ekkert í tengslu við þetta. Það eru aðra pælingar á baku sem að sko manni finnst ganga upp. Sigríður, þú bara keyrir norður með bókina og tekkar inn á Hótel Akureyri og lætur Glúm klára að mála og þrífa heima. Raða restina af bókunum og henda helmingnum. Þú fær bara eins og hitt veikið af fólkið út á land. Já, kann að vera. Ég falli í þá gildru, sko. Já, það er enginn að dæma. Þú að gera það. Nei. Herðu, áður við förum í hraðaspurningar. Góð pæling, maður þarf að fá annað fólk til þess að greiðsja bókaskapin fyrir sig. Maður getur það ekki sjálf. Nei, svo þetta er eins og veist að sko, þegar maður var í háskóla og var að læra sko, þá fann maður alltaf góð ástæðu til að fara að endurraða bókum í bókahellinni. Já. Eða myndum í myndalbúm eða eitthvað svona sko, sem maður var þá. Já. Þannig svona ADHD einhvern veginn. Herðu, vinur okkar í köfnarþjónustunni. Glæsilegt. Við ætla að senda ykkur þetta. Þetta er stórkostlega. Þessar flottu derúfur. Þetta virkar í golfi líka. Já. Þessi er svo fallega, ég held að ég geti þetta er svona retro. Heimsótt fólkið mitt sem ég bjó hjá þegar ég var að spila körfubolta í Ohio með þessar. Já. Það er algjörlega falla í. Já, það er bara. Söfuna þjónustan, já. Okkar bestu menn það sko. Já. Þeir leysa öll verkefni. Svo við þurfum að reyna bílum í sumar. Já. Þeir leysa ykkur út með gjafabréf í löður. Já. Rúli bílum ykkur í gegn. Já, takk. Ég held með þess að þetta sé á sambandsstöðunar. Þetta gjafabréf. Já. Þannig að við skulum vera á hreinum bílum. Það er bara spurningum standard. Það er í næsta húsi. Já. Komum við á leiðin heim. Sjáu þið þetta myndir á köfnarþjónustunni og setju flotbryggja á Ísafirði. Það eru lúsiðnir, alltaf að. Þannig að þetta hlýtur að vera stækkandi fyrirtæki. Þegar maður er alltaf að taka meira og meira eftir. Já. Þetta er ekki bara svona gæja sem geta allt. Vaxandi, jú. Það er bara hárrétt lýsing. Þannig að svo er einhverju gæja núna upp í Hlíðum fyrir ofan ég vil segja Siglufjörð, fyrir ofan Siglufjörð að búa til snjóflóðavarnir þar að við höfum köfnarþjónustunnar. Þannig að og það er nú engin smá mannvirki. Ég sá myndir á þessum daginn. Maður áttu sig ekki á þessu fyrir maður sér myndir samanburð sko. Hvað þetta eru rosaleg mannvirki þessar snjóflóðavarnir. En ég ætlum ekki að undirleika þáttinn í það. Kannski tökum við þáttar einhvern veginn Örn, klíðum upp í Hlíðar og tökum þátt í snjóflóðavarnir frá Siglufjörð. Það er ekki pæling. Það hljómar rosalega vel. Herðu, ég fór auðvitað á Kringlukrónni í vikunni og þar er ég reglulega að spurja því hverju er að koma í þáttinn og með vorum mjög spenntir að fá ykkur í þáttinn og það komið margar spurningar frá gestum Kringlukráarinnar til ykkar og munið þetta eru hraðaspurningar. Eitt spurði Spóskur, hvernig fagnaði Sigri Spánverja á HM? Fyrirhandi formaður íslensk-spænska viðskiptaráðsins. Já, bara innilega. Ég var ánægð með þetta. Á heimilinu var haldið með Argentínu líka en ég hélt nú með Spáni. Ég hélt með Argentínu og Epic Bet voru ekki vinir mínu þennan dag sko. Nei, í fyrir leiknum undan úrslitunum þá gerði ég mikla tortíu spænska með kíló af kartöflum og eggjum og ekki það sem maður þarf svona í aðranda keppni að því ég komum fram, ég er að fara að keppa. Ég þorði ekki að gera annað en að gera hana aftur sko fyrir úrslitaleikin þannig ég tróði með 2 kílóum af kartöflum á nokkrum dögum mjög ljúfengt en þetta var verðskuldað ég reyndar þetta fekk ég svona smá svona bakþanga með að halda ekki með Argentínu í ljósi þess að Milei er nú þarna og Sanchez sósíalisti á Spáni og hefur enga á ekkert inni hjá mér með það og þess utan þegar ég uppgötta það er enginn frá Real Madrid í spænska landsliðinu sem er alltaf ákveðin skellur nema Kukureya sem er á eftir að spila, hann var að koma inn í lið til okkar en nei, þetta var gaman, ég hefði viljað vera á Spáni ég hef oft verið á Spáni yfir svona stórmót og fylgst með mótum þaðan Ertu yfirleitt í Madrid eða? Já, oft í Madrid
það svona en þetta var skemmtilegt og verðskulda held ég. Allt hérna verðskulda. Já, það Hóruð þú HM? Já, þetta. Úrslitaleikin og allt þetta? Já. Og með hverju hefstu? Svo furðu spurninga, maður hlýtur að spyrja þegar horfið þú út á leikinn? Ég er náttúrulega til þess að Maradona-kynslu, sko, þannig ég held með Argentínu og Spánn hafa alltaf verið minn líð, sko. Já. Þannig að ég seti pening á Argentínu. Já, eins og ég. Og brendi mig á því. Já. Nei, Spánn verið algjört í bara lið. Við ætlum að opna söfnunarreitingana fyrir okkur Herðu, síðan komið einn svolítið skemmtileg spurning. Við komum til vissi hvað þið eru mentuð og hann sagði bara lögfræðingar eða hagfræðingar, hvor hópurinn flækir lífið meira? Sigurður er lögfræðingur, Örn er hagfræðingur. Það farið svolítið eftir hvort þetta séu góður lögfræðingar eða góður hagfræðingar. Ég finn að góður lögfræðingar ekkert flækja hlutina, heldur bara vera nokkuð business to the point og segja það saman hagfræðingar. Sko, hagfræði og hagfræði, sko mín hagfræði er nú austrísk hagfræði, sko. Það er þeir sem aðhyllast austrísku hagfræðina, þeir einfalda nú lífið, sko. En menn geta nú flækt þetta mikið, þeir sem að koma úr þessum háskólum, úr þessu hagfræðinámi, verði að segja. Fyrir Daði. Það var búnaðar háskóla, ekki búfræði. Hann svarar þessari spurningu. Nei, austríski skólinn er... Einn spurning sem ég hef ekki fengið áður, en það varst bara fyndin. Ég sé að þú ert með svona kaupfélagssíma, við erum í nútímanum með Samsung-símana, eins og unga fólkið. Ég er meira Samsung, sko, en þetta er bara út af fjölskyldunni sem er með þetta. Já, það hafa allir eitthvað svona. Er síminn á hljóðlösi stillingu eða ertu með hringingu? Núna? Bara alltaf? Nei, ég vil alltaf á hljóðlust, sko. En þú? Ég er alltaf með hljóðlust. Af hverju? Því ég kann ekki að slökka á sáldunum fyrir appbólum. Þannig að alltaf þegar þið eru með þetta kjaftaði allavega á spjallinu okkar, það er bara dinglandi síminn. Þannig að við getum kannski farið yfir það eftir. Ég er náttúrulega oft í þingsal og svona, þú veist, þá borgar sig að hafa bara alltaf lokað. Já, ég hef bara ekki spáð því, ég hef alltaf verið bara með á titring, sko, eða þú veist, eða hljóðlösu bara í 20 ári eða eitthvað, sko, eða þú veist, frá einnast fyrsta snettsíman held ég. Já. Nei, mér stáðu spurning. Næsta spurning, af hverju spilar Glúmur ekki golf? Nei, ég er nú reynda með hann á hljóði núna, bara ekki eins og nokkur maður hringt í mig. Já. Þannig að allir fyrir austan. Hvað ég er vinsæl. Já. Af hverju spilar hann ekki golf? Spurning, hann kom með sína skýringar hérna í þættu daginn. Já, það var, já. Ég bara spáði, eru þær trúverðuðar eða? Trúverðuðar? Nei, já. Hann sagðist þér að gefa þér nokkur ára forskot. Já. Nei, hann heldur það, sko. Hann mun auðvitað sjá eftir þessu. En ég nefndi það oft, sko, menn er alltaf að segja við hann að það er aldrei of seint að byrja, sko. Og þá segir hann alltaf, já, þá er bara býði hans lengur. Hann hættið að segja við hann að segja aldrei of seint að byrja. Það er nefnilega of seint að byrja. Verður það of seint einhvern veginn? Já. Getur verið, sko. Okay. Og getur, það, ég meina, auðvitað fer bara eftir metnaði hvað svo eins. En hann... Já, geta allir spilað oft gaman af. Já. Þannig að hvað það var er aldrei of seint, sko. Já. Ok. Já, fyrir ekki. Ég var að fatta núna hvað ég var að gera. Fyrir ekki. Þetta verður Sigurður búin að slökka og þetta að Glúmur heyri þetta. Já. Loka spurning, Örn, hvað er mesta ruglið sem þú séð í ESB-umræðinni? Ég maður. Sko, mér þótti útgjörðslega að fyndið, ég sá eitthvað þátt á RÚV og það var eitthvað lögfræðingur sem að sem var að segja að væri alveg hægt að fá varlega rundaþjóður, sko. Og nefndi til að mynda með jafnbreytur. Já. Þannig að neili, þetta er, þetta er, það er bara af svo mikla að taka, sko. Og þetta verður bara verra og verra, sko. Þetta er bara eiginlega allt. Mjólkurverðið þetta toppaði svolítið síðustu viku. Já, það var mjög fyndið, sko, og þú veist þessi sulta og og að bónus að Samir eigi bónus og þetta er alveg ég bara eins og ónefnd körfubolta hetja sagði við mig, sko, Örn, við hvað ertu hræddur? Sko, spurningi beinast á honum, er þú með eitthvað svar við þessu? Er eitthvað svona mest svona... Nei, ég tek undir það, þetta er svo mikið. Ég meina, það mætti auðvitað segja það. Það er auðvitað royal rugl, sko, að nefna það að vextir munu lækka.
að halda það að vextir munu lækka með því að ganga bara inn í Evrópusambandið og hvað og ekki að teknu tilliti til neins annars Gerist hvað gerist annað? Ég meina, þetta svo mikið rugl að ætla að taka afstöðu eða greiða atkvæði þessari þjóðaratkvæða greiðslu út frá einhverju svona einu af því að þú heldur að vextir lækki þú heldur að húsnæðisverð lækki Mesta ruglið sennilega í raun og veru að þetta kjaftað að samningsstaða okkar sé eitthvað sérstaklega sterkum þessar myndir. Ég bara, ég fatt ekki hvað fælst í þessu. Nei. Hvað, ætlum við að yfirgefa Evrópufleikan eða fáum ekki okkur framgengt eða... Ég veit. Hvað verður svona það leverage sem við höfum, svo í snetta eins. Herðu, þið farið heim með gjafakort og löðri, þið eru frá Guðjónsþjónustunni, Sólmyrkagleraugun, eða Almyrkagleraugun og síðan súkkulaði frá Nova Sirius. Já. Þannig að þið farið bara allsar inn í helgina. Frábært. Þú skortur ekki fyrir gólfuð eftir. Nei, við erum að fara að spila. Þannig að ég ætla að hleypa þess fyrir út í dag, það loksins að koma sól. Já. Þannig að það er að fara út að spila golf og hafa gaman. Takk fyrir það. Eða ekki? Takk fyrir. Sigurður Andersen, Örn Arnarsson, takk fyrir komuna. Takk sem Hlustuðu þessum horfið. Takk fyrir okkur helgi.